Góðir gestir. Góðir gestir, ég vil biðja ykkur að við förum að hefja fund hér í dag og vil biðja ykkur að koma ykkur fyrir í sætum. Það er ekki. Góðir gestir, velkomin á þennan fund Samtaka iðnaðarins, Landsnets og SSNE hér í Hofi. Fundurinn í streymi líka, þannig að við erum með fleiri áhorfendur á vefnum. Nú hér í dag eru fjölmargir, verða flutt fjölmörg erindi sem að munu fjalla íbúðuppbyggingu og innviði og orkuöflun og orkumál. Þannig að ég veit að þetta verður mjög áhugavert hérna hjá okkur í dag. Ég vil, við Samtök iðnaðarins, við vorum með fund hérna 2018 sennilega síðast, eða 19 fyrir COVID, þannig að við erum reynt að vera hérna á hverju ári og alltaf jafn gaman að koma hérna norður. En ég vil kannski byrja á því að fundurinn er tvískiptur, þannig að í fyrri hluta að verða hérna með okkur og ég vil biðja ykkur að koma þá hérna upp. Það er Árni Sigurjónsson, formaður Samtaka iðnaðarins. Það er Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Friðrik Ágúst Ólafsson, viðskiptastjóri á mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins og fulltrúi meistarafélags byggingamanna á Norðurlandi. Hermann Jónasson, forstjóri Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Pétur Ingi Haraldsson, skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar. Gjörið þið svo vel. Og síðan eftir hlé að þá fáum við fleiri góða framsögumenn hérna með okkur. En ég vil þá bara bjóða hingað upp Árna Sigurjónsssyni, formanni Samtaka iðnaðarins. Gjörið svo vel, Árni. Takk fyrir kærlega, Sigurður, og góðan daginn, góðu gestir. Ég býð ykkur öll velkomin sömuleiðis á þennan fund Samtaka iðnaðarins, Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra og Landsnets innviði á Norðurlandi undir þessari yfirskrift, áskoranir í íbúðuppbyggingu og orkuöflun. Það er okkur mikið ánægjuefni að vera hér á Akureyri í dag og ræða þessi brýnu mál sem skipta bæði almenning og atvinnulíf miklu máli frá ýmsum hliðum. Það er óhætt að segja að fyrsta skýrsla Samtaka iðnaðarins og félags ráðgjafarverkfræðinga ástand og framtíðarhorfur innviða á Íslandi sem kom út síðla árs 2017 hafi haft mikil áhrif. Í fyrsta sinn var með heildstæðum hætti varpað ljósi á stöðu mismunandi flokka innviða á Íslandi og mat lagt á uppsafnaða viðhaldsþörf þeirra. Og frá þeim tíma hefur umræðan innviði tekið stakkaskiptum og þroskast á grundvelli þeirra sviðsmynda sem dregnar voru upp í skýrslunni. Fyrir rúmu ári síðan kom út ný skýrsla þar sem rýnt var í stöðuna á nýjan leik og hún endurmetin frá fyrstu skýrslunni. Þar kom fram að uppsöfnuð viðhaldsþörf innviða væri 420 milljarðar króna eða sem nam 14,5% af landsframleiðslu. Þrátt fyrir verulegt átak af hálfu stjórnvalda og auknu fjármagni hafa verið veitt til viðhalds og uppbyggingu innviða frá árinu 2017 okkur öllum ljóst að sú skuld sem stofnað var til með slæglegu viðhaldi á aðhaldsárunum eftir fjármálahrunið enn allt of há. Við erum hins vegar á réttri braut og verulegur árangur hefur náðst en áfram er verk að vinna. Við gerum þá kröfu að engir hlekkir í þessari mikilvægu keðju bresti, en þegar það gerist erum við rækilega minnt á það hversu háð við erum orðin innviðunum. Það á ekki síst við orkuinnviðina eins og Norðlendingar hafa fengið að reyna með reglulegu millibili. Góðu gestir, Samtök iðnaðarins tileinka þetta ár grænni iðnbyltingu á Íslandi. Ein af forsendum þess að við náum að grípa til raunhæfra aðgerða í loftslagsmálum að hraða orkuskiptum. Þó við njótum þess að hafa forskot á flestar aðrar þjóðir á grundvelli öflunar og nýtingar endurnýjanlegrar orku til áratuga, liggur fyrir að auka þar raforkuframleiðslu á Íslandi verulega, ætli Íslendingar sér að vera virkir þáttakendur í þessari grænu byltingu með áframhaldandi hagvexti og bættum lífskjörum.
Markmiðum Íslands kolefnishlutleysi og að við verðum fyrst ríkja óháð jarðefnaeldsneyti árið 2040 verður einfaldlega ekki náð nema orkuskipti verði möguleg. Í byrjun síðasta mánaðar var kynnt skýrsla starfshóps orku, umhverfis- og loftslagsráðherra stöðu og áskoranir í orkumálum, einmitt með vísan til þessara markmiða og áherslna stjórnvalda í loftslagsmálum. Skýrslan markar mikil tímamót í umræðu orku- og loftslagsmál. Hún dregur fram staðreyndir og sviðsmyndir sem nauðsynlegt að leggja til grundvallar næstu skrefum og framtíðar ákvörðunum. Og þar kemur fram að loftslagsmarkmiðin þurfa að móta betur orkuframleiðslu og orkuflutning sem grunnur að því hversu vel okkur muni takast að framkvæma orkuskipti í samfélaginu. Og þá kallar orkuöryggi á aukna raforkuframleiðslu og öflugra flutnings- og dreifikerfi, ekki síst til að lágmarka sóun og tryggja að blómlegt og fjölbreytt atvinnulíf fái þrifist hringinn í kringum landið. Kostum í orkuöflun hefur fjölgað verulega og þeim mun halda áfram að fjölga á grundvelli grænu iðnbyltingarinnar. Fullt sjálfstæði í orkumálum raunhæft markmið með aukinni orkuöflun innanlands sem mikið hagsmunamál fyrir landsmenn alla. Mín bjargfasta trú að græna iðnbyltingin muni gera okkur kleift að taka stór og markviss skref í betri sátt vernd og nýtingu landsins og þeirra náttúruauðlinda sem við höfum yfir að ráða. Þá einsýnt að sú orkukreppa sem nú ríkir í Evrópu muni ýta undir enn hraðari þróun og aukna nýsköpun í orkumálum þar sem íslenskt hugvit þarf að láta ljós sitt skína. En lykilatriðið að hefjast handa strax, eitt markvisst skref í einu og samtök iðnaðarins munu svo sannarlega leggja sín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða. Góðu fundarmenn, húsnæðismál hafa verið mikið í deiglunni síðustu ár. Verðhækkanir eru meiri og skarpari en við höfum áður séð sem stafar einkum af ójafnvægi framboðs og eftirspurnar sem og lóðaskorti. Þetta ekki einkamál höfuðborgarsvæðisins því íbúðamarkaður á Norðurlandi og í öðrum landshlutum hefur ekki farið varhluta af þessari stöðu. Átakshópar hafa verið skipaðir til að stuðla að lausn þessa vanda en sannast sagna á uppbygging húsnæðis ekki vera átaksverkefni. Þær endalausu upp- og niðursveiflur sem hafa einkennt húsnæðismarkaðinn hérlendis langa hríð eru einfaldlega ekki boðlegar. Aukið samstarf, byggingariðnaðar, ríkis og sveitarfélaga nauðsynlegt til þess að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði sem næst aðeins fram með því að stuðla að stöðugri uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Samtök iðnaðarins hafa staðið fyrir talningu á íbúðum í byggingu á landinu öll í fjöldamörg ár undir einbeittri stjórn Friðriks A. Ólafssonar, viðskiptastjóra á mannvirkjasviði SÍ. Og ótrúlegt en satt hafa þessar talningar verið einu áreiðanlegu upplýsingarnar hversu mikið íbúðarhúsnæði í byggingu hérlendis hverju sinni. Gott og árangursríkt samstarf okkar við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun síðustu ár liður í því að færa keflið varðandi stöðu þessara mála yfir til stjórnvalda og á tækniöld ætti það í raun að vera sjálfsagt mál að tölur íbúðabyggingar séu aðgengilegar í rauntíma hverju sinni. Þróun mannvirkjaskrár og gagnagrunns í kringum húsnæðisáætlanir sveitarfélaga hjá HMS munu spila þar stórt hlutverk. Við bindum miklar vonir við að þetta raungerist sem fyrst. Þá mun sameining málaflokka innan stjórnsýslunar sem snerta húsnæðis- og byggingamál vafalítið losa ýmsa flöskuhálsa, ryðja burt hindranir og einfalda regluverk sem eru lykilskref í átt að skilvirkari og stöðugri markaði. Kæru gestir, ég hlakka til að hlýða á erindi dagsins og halda áfram þessari mikilvægu umræðu sem finnst vera að breytast til batnaðar frá því sem verið hefur. Samhengi hlutana og skýr markmið skipta þar miklu máli. Orð eru til alls fyrst, en þau mega sín þó lítils ef ekki fylgja markvissar aðgerðir. Þó við horfum fyrst og fremst til ríkis- og sveitarfélaga í þeim efnum höfum við öll, hvert og eitt, hlutverki að gegna og getum í sameiningu stuðlað að aukinni sátt þau skref sem þarf að taka í framtíðaruppbyggingu innviða á Íslandi. Og þá vil ég biðja Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra hér á Akureyri að koma og flytja sitt á orð. Kærar þakkir.
Takk fyrir, kæri formaður, góðu gestir. Þegar rætt innviði á Norðurlandi, innviði samfélagsins, þá í rauninni átt við allt það sem gerir okkur kleift að byggja upp gott samfélag. Það sem fólk blómstrar, getur látið drauma sína rætast, notið sín í leik og starfi og byggt upp kraftmikil og framsækin fyrirtækir sjálfu sér og öðrum til heilla. Til þess þarf traustar samgöngur í lofti, á láð og legi, það þarf háhraða internet sem aldrei hikstar og það þarf fullkomið afhendingaröryggi á nægjanlegri orku. En það þarf líka góða menntun á öllum skólastigum, fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, örvandi menningu, uppbyggilegt íþróttastarf og góða þjónustu við það fólk sem þarf á þeirri þjónustu að halda. Þannig verður til gott samfélag. Á Akureyri og mestallt Norðurland gott samfélag að þessu leyti. Já, og að flestu leyti, en þó það eitt sem helst stendur vexti og grósku samfélagsins fyrir þrifum og það orkuskortur. Öflun og ekki síður flutningur orku inn á svæðið. Íbúum Akureyrar fjölgaði talsvert umfram landsmeðaltal árið 2021 og var fjölgunin meiri en verið hafði langt árabil. Mér segir svo hugur að fjölgunin á þessu ári verði síst minni. Hvað fær mig til að halda það? Jú, snemma á þessu ári var tekin hér á Akureyri fyrsta skóflustungan að nýju 700-800 manna hverfi sem hlotið hefur nafnið Holtahverfi. Og á sama tíma verið að skipuleggja annað nýtt hverfi, Móahverfi, þar sem verða hátt í 1000 íbúðir. Því má gera ráð fyrir að 3000 manns geti sest að í þessum tveimur nýju hverfum og með smá ýkjum má segja að Holtahverfið sé nú þegar uppselt. Eftirspurn eftir lóðum og íbúðum á Akureyri meiri en nokkru sinni fyrr. Hingað vill fólk flytja, hér vill fólk búa. Og það margt fleira og annars konar í gangi í þessum bæ. Hafnar framkvæmdir við stækkun flugstöðvarinnar sem verður sífellt alþjóðlegri með meira og meira millilandaflugi. Þar á meðal reglulegu millilandaflugi á vegum hins nýja akureyriska flugfélags NICER. Nýtt hjúkrunarheimili mun rísa innan tíðar, stækkun sjúkrahússins á teikniborðinu og ríkið ætlar hér að byggja 2 heilsugæslustöðvar. Svo einhverjar af þeim stórframkvæmdum sem nú á döfinni séu nefndar og þá við ekki að nefna allar þær framkvæmdir sem á vegum einkaaðila. En allar þessar framkvæmdir, þær snerta sannarlega innviði okkar góða samfélags hér á Akureyri. Já, það kraftur í fólkinu hér og innviðinir skulu trystir. Allt ber þetta sama brunni því fyrr í dag voru ársreikningar Akureyrarbæjar til fyrri umræðu í bæjarráði. Og hvað kemur þar í ljós? Jú, allur þessi uppgangur, fjölgun íbúa og fleira sem blæs okkur byr í seglin hefur leitt til þess að algjör viðsnúningur hefur orðið í rekstri Akureyrarbæjar eða sem nemur hátt í 2 milljörðum króna. Það ætti auðvitað að vera forsíðufrétt í öllum miðlum landsins á morgun og fyrsta frétt í kvöldfréttatíma ljósvakamiðlana. Við á réttri leið og við höfum fengið góðan byr í seglin og í því samhengi vil ég einnig nefna að á þriðjudag var skrifað undir viljayfirlýsingum að byggja hér nýtt og öflugt gagnaver sem mun skapa 15 ný störf auk afleiddra starfa. Og þetta allt gert í trausti þess að hingað komi aukin raforka. Réttið okkur sverari snúru, segi ég því, til að stinga í samband og þá verður vöxturinn hérna hjá okkur á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu ennþá meiri. Og svo virðist vera að svera rafmagnssnúran sé nú þegar á leiðinni því það hillir undir að Hólasandslína 3 komist í gagni næsta sumar og Blöndulína 3 verði að öllum líkindum farin að skila okkur raforku og þar með hringtengingu árið 2024. En það að sjálfsögðu ekki nóg að bæta bara flutningskerfi orkunnar ef engin orkan. Við þurfum líka að tryggja nægt framboð raforku. Þjóðin sem heild þarf á meiri raforku að halda. Ástandið í heimsmálum núna þegar stríð geisar í Evrópu færir okkur enn frekar heim sannin mikilvægi þess að við aukum orkuframleiðslu okkar til mikilla muna og gerum Ísland algjörlega óháð jarðefnaeldsneyti.
og við þurfum að klára orkuskiptum og byggja upp grænt Ísland. Það má gera með ýmsum hætti en við verðum á sama tíma að gera okkur ljóst að orkuöflun og umfang hennar er viðkvæmt mál sem er aldrei óumdeilt. Og hvað er til ráða? Við getum stækkað vatnsaflsvirkjanir sem fyrir eru, við getum stækkað jarðhitavirkjanir og farið í frekari jarðhitaleit, við getum sett upp vindorkuver, einnig má líta til virkjunar sjávarfalla og sólarorku og leita nýrra leiða til að beisla orkuna sem býr í landinu okkar. Já, við eigum að beisla án þess að valda óafturkræfu tjóni á náttúrunni, á sjálfbæran og umhverfisvænan máta. Góðir gestir, sem heyra má af framansögðu, þá blasir björt og skemmtileg framtíð við íbúum Akureyrar og vonandi Norrlendingum öllum. Það er þó algjörlega klárt mál og deginum ljósara að við þurfum að halda rétt á spöðunum og spila vel úr þeim innviðum sem þegar hafa verið byggðir upp og við þurfum betri snúru. Og við þurfum meiri og traustari orkuflutninga inn á svæðið svo við séum fyllilega samkeppnishæf við alla aðra landshluta landsins. Og hér þurfa Landsnet og Landsvirkjun að gera bragarbót. En ég vil þakka frumkvæðið frá Samtökum iðnaðarins og SSNE fyrir að halda þennan fund hér í dag. Ég er ákaflega glöð að sjá þann hóp sem hér er á þessum fundi og ekki síst gestina að sunnan og fagna því að þessi fundur sé haldinn. Hann er ákaflega mikilvægur og gott að fá fulltrúa Landsnets líka. Ég held að þeir fái aldrei of oft að heyra hversu mikilvægt það er að styrkja innviðina. En verið hjartanlega velkomin og gott að sjá ykkur. Kærar þakkir Ásthildur. Ég stekk hérna í hlutverk fundarstjóra sem þurfti að bregða sig frá vegna útvarpsviðtals mjög skamma stund. En ég kynni þá næstan til leiks manninn á bak við talninguna, Friðrik A. Ólafsson, viðskiptastjóra á mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins og fulltrúa meistarafélags byggingamanna á Norðurlandi. Hann ætlar að fjalla með mitt 9 íbúatalninguna. Gjörðu svo vel, Friðrik. Já, kæru gestir, gaman að vera með ykkur hér í dag. Þið eru þeir fyrstu sem að fá formlega kynningu á þessari talningu. Oft verið búin að halda kynningar fyrir sunnan og komið svo út á land, en enn og aftur er Norðurlandi fyrst. Gaman að því. Nú, fyrir ykkur til fróðulegs þá byrja ég að telja íbúðir í talningu árið 2007. Þá taldi ég bara í minni heimabyggð sem er Hafnarfjörður og síðan árið eftir útvíkaði ég þetta aðeins, tók Garðabæ og Kópavog með. Síðan var bara ákall að fá upplýsingar úr öðrum sveitarfélögum vegna þess að það var hvergi hægt að fá þessar upplýsingar sem er náttúrulega alveg galið. Ég keyri og síðustu 3 talningar, ég keyri 2 ári, en í síðustu 3 talningum hefur fulltrúar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar verið með mér, sem að hefur verið mikill léttir að vera ekki einn að keyra öll byggingasvæði á landinu. Og ég hef oft gantast með það, ég alltaf gantast með það því að Sigurður yfirmaður minn er ekki hérna. En ég hef oft gantast með það og ég er óvirkur á Facebook, en ég hendi mynda mér á hestbaki með talningablokkin í hönd og spurði hvenær kemur önnur iðnbyltingin til mín. Talningafriðrik ríður héru landsins og telur íbúðir. Ekki segja Sigur að ég hef sagt það. En hérna sjáið þið sem sagt hvað er í byggingu í dag á öllu landinu. Og ég ætla ekki að eyða rosalega miklum tími í sundurliðum á milli sveitarfélaga eins og ég hef oft gert. Hérna sjáið þið bara samtöluna og svæði innan fyrirtalningar SI, það er að segja áður en Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kom með mér í þetta, þá taldi ég bara í stærri sveitarfélögum alls landsins. Og ég hef alltaf talið eftir íslensku staðlinn nr. 51 sem að ég kalla núna gamli staðallinn, hann var með 7 byggingastig, nýji staðallinn er með 4, mér finnst hann ekki gefa nógu glögga mynd, þannig ég held með við gamla staðallinn, þó svo að ég seti nú í stjórn byggingastaðlaráðs og átti sök á því að breyta staðlinum. En
þá sjáum við hér svæði innan fyrirtalninga, sem sagt í september 2021 og þá er hérna í mars 21, þá sjáum við það gríðarleg aukning á því sem ég taldi venjulega. Hér er svæði utan talningar, SI, og þið sjáum að þetta er ekki margar íbúðir. Þarna erum við að tala Vestfirðina, Vesturland fyrir utan Akranes og Austfirðina og allar byggðir í sveit. Þannig að það er nú ekki stór hluti. Hér erum við með upplýsingar á byggingastig 1, þar að segja það búið að gefa út byggingarleyfi og gröftur hafin. Ég var aldrei með það í okkar talningu vegna þess að mér fannst þetta ekki gefa rétta mynd. Það er kannski grafin grunnurinn, síðan er ekki hafin framkvæmdin alveg strax. Þess vegna miðaði ég alltaf við að það yrði komin sökkull, þar að segja byggingastig 2 samkvæmt gamla staðlinum. Og ef við setjum þetta saman, þá voru í september 5.900, tæp 6.000, en í dag, þegar við skoðum sömu tölur, þá er veruleg aukning og gleður okkur rosalega mikið. Og við viljum líta á þannig að loksins hefur verið hlusta á okkur og bætt í. Þannig að við lítum á þetta sem bara sigur. Nú, ef við skoðum þá næstu talningu, að þá sjáum við sundurliðuna hér uppi sjáum við höfuðborgarsvæði, nágrenni höfuðborgarsvæðisins, Norðurlandið hef ég sér á sjálfsögðu, af því að við erum stödd hér, og síðan annað á landsbyggðinni. Á byggingastig 1, að þá sjáum við að þetta er sundurliðun á því sem er núna inn í talningunni, og svo koll á kolli. Og síðan er heildartalan hér, og það er náttúrulega eins og þið sjáum, þá er langmest á höfuðborgarsvæðinu. Hér sjáum við sveitarfélögin hérna á Norðurlandinu og ég ætla ekki að sýna Akureyri alveg strax, heldur tökum það sér. En þá sjáum við að í Skagafirði er verið að byggja 43 íbúðir og koll á kolli. Og hérna sjáum við skiptingun á byggingastígunum hérna uppi og allar þessar glærur verða aðgengilegar að fundi loknum, þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að skoða glærurnar. Og síðan bendi ég líka á inn á heimasíðu Samtaka iðnaðarins er greining okkar í heild sinni aðgengileg öllum. Hér sjáum við hvernig þetta er á Akureyri og það er náttúrulega langmest verið að byggja á Norðurlandinu hér á Akureyri. Það eru 214 íbúðir í byggingu og þá er það þar með talið á byggingastig 1. Og hér sjáum við að fókeldu og það munar náttúrulega rosalega líka mikið 65 íbúðir hérna niðri bæ sem er nýbyrjuð framkvæmd á. En hérna sjáum við frá 2017, yfirleitt taldi ég á Norðurlandinu einu sinni á ári, en vegna þess að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er komið með mér í lið, að þá bættum við inn septembertalningunni þannig að við teljum öll svæði á landinu 2 á ári. En þá sjáum við hvernig þrepaskiptingin er á þessu. Og þá sjáum við hér sundurliðuna á byggingastig 1, þess að vera að grafa, það er ekki komin sökkull, 73 íbúðir sem eru komin sökkull og það er af 65 sökklar hérna niður í bæ og síðan koll á kolli byggingastig 3, þetta er í uppbyggingu, byggingastig 4 er fokhelt, byggingastig 5 er tilbúið til innréttinga og mér var sagt þegar við keyrðum og töldum að það væri nánast allt þegar selt sem er hér. Þannig að það er ekkert mannvirki á byggingastig 6 sem er fullbúið innan ófrágengi lóð og á byggingastig 7 ekkert. Hvað segir þetta okkur? Nú síðan ályktaði meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi á sínum aðalfundi að varðandi 3 punkta, eða 3 atriði, þar sem að meistarafélagi fagnar Holtahverfinu, sem að vonandi verður hægt að byrja að byggja bara á næstu vikum, vonandi fá verktakar að fara inn á það. Það er mjög gleðilegt, við þökkum fyrir það.
Við þökkum líka fyrir það að þetta er komið í ferli, hérna vestan Borgarbrautar eða ekki, Borgarholtsbrautar, Móahverfi var mér sagt í dag að væri komið nafn á, en Meistarafélagið skorar á bæjaryfirvöld að flýta framkvæmdum þannig að hægt verði að hefja byggingu á þessu svæði. Jafnframt því skorar Meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi á bæjaryfirvöld að flýta vinnu við gerð deiliskipulags á næsta hverfi sem á þessu svæði. Hafa það tilbúið þannig að það þurfi ekki að koma svona stopp eins og við teljum að hafi orðið á milli Hagahverfis og Holtahverfis. Þannig að þetta er áskorun Meistarafélagsins að hefja vinnu, skipulagsferlið svo seinlegt því miður, þannig við verðum að vera tímaleg. Síðan skorar Meistarafélagið einnig á að skoða vel þetta svæði hérna sem að margir kalla dásemdarsvæði á Krossanesi. Hér fyrir ofan ekki Krossanesborgir sem er annað dásemdar friðað útivistarsvæði. Í öllum sveitarfélögum á landinu er byggingarland við sjávarströndina uppáhalds byggingarsvæði. Þannig að þetta er eindregin áskorun og þetta er stórt svæði. Þið skoðið hérna Naustahverfi og Hagahverfi saman 98 hektarar það bil. Þetta hverfi er 89 hektarar það bil. Þannig að þetta er gríðarlega stórt svæði. Og Meistarafélagið áttar sig á því að það munu einhverjir segja 1, 2 og 3, já þetta er ekki framkvæmanlegt, það þarf að gera svo margt og þetta er flókið, en Meistarafélag segir einfaldlega þetta er dásemdarsvæði, þetta er uppáhaldsbyggingarsvæði allra og það er pólitíkurs að leysa úr þeim málum sem að þarf að leysa til þess að þetta sé hægt. Síðan er lokaglæran hjá mér, þetta eru svona myndir af þessu svæði og hér eru nokkri punktar sem að eru undir og ég ætla ekki að fara að lesa þá. En þetta er gríðarlega flott svæði, miklu möguleikar og úr því að formaður Meistarafélags byggingamanna á Norðurlandi er nú staddur hér og hann er með ályktunina, hann gleymdi ályktuninni, hann ætlaði að afhenda Ásthildi þessa ályktun formlega en hún mun bara ásamt bæjarfulltrúum fá hann að senda. En takk fyrir að mæta, gaman að sjá svona marga, takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Friðrik. Og takk. Þá ætlum við að fá bjóða hér velkomin Hermann Jónasson, forstjóra Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Gjörðu svo vel. Sælull, takk fyrir boðið samtökin innæðurins og SSNE. Ég hef ekki séð þessa skammstöðun áður og kann hann ekki utan af. Ég ætlaði að fjalla eins og stöðun húsnæðismarkaði og svona hvernig Húsnæðis- og mannvirkjastofnun horfir á hlutina og þá Norðurlandið. Ég ætlaði svona að taka framhald af Friðriki og segja við hann. Vesta Sigurður er kominn, hann heyrir það þá, en ég mun reyna að koma þér af hestinum. Við erum að reyna það. Hér sjáum við glæru og ég ætla hún ekki að staldra með lengi, en hún endurspeglar svolítið það sem Friðrik er að fara yfir. Ef þú horfið hérna á grænu súlurnar hér. Þetta er bara byggingarteknísk notkun hérna frá árinu 71 og við sjáum hérna síðustu árin. Við birtum í maí síðastliðinn HMS sem spáum uppbyggingu íbúðir sem kemur í notkun árið 2022 og 2023 og vorum að horfa á talninguna síðan í september. Því við erum ekki komið með í september, þá vorum við ekki komið með mannvirkjaskránni í notkun, tókum hann í notkun 1. nóvember og stemdum af þessi 2 gagnasöfn, annars vegar talninguna og hins vegar söfnum við byggingarleyfum frá öllum byggingarfulltrúum. Þegar við stemdum þetta sama þá vorum við með 65% byggingarleyfa inn í kerfinu. Það vantaði sem sagt 45%. Og við spáðum fyrir því að það væri 3.000 íbúðir 23 og 3.000 tæplega 2.822
Nei, 22 og 23. Talningi núna sýnir okkur, við erum aðeins eftir áætlun. Við þurfum að setja vikmörk í spánum okkur fyrir ári í ár, sem mjög sérstakt og vísar náttúrulega í það sem að Friðrik var að koma hér inn á. Það ótækt að við þurfum að telja til að vita þetta. Með mannvirkjaskráninni sem við tókum í rekstur í nóvember síðastliðinn, sem svona fyrsta útgáfan af henni, þá eyðum við svolítið þessu misræmi vegna þess að þegar byggingaleyfi skráð í mannvirkjaskrá, þá hefst byggingaferill og það eru ákveðnar áfangaúttektir sem að byggingarstjórar gera þegar þeir gera púðan, þegar þeir klára söklan, þegar það verður fókelt svo framvegis og byggingafulltrúarnir fylgja svo með. Þannig að þá erum við með punkt á byggingaferlinu sem við getum lesið upp á grunnum og spáð fyrir hvenær íbúðirnar koma á markað. En við erum ennþá hér, en við horfum svona á það, svona í meginatriðum þessi talning að segja okkur, við erum að fá þessar 6.000 íbúðir í notkun næstu 2 árum og ég hugsa við verðum nær 3.000 heldur en 2.500 en við erum bara ekki komið lengra. Og þetta þurfum við að vinna að og þess vegna ég líka að fara eins yfir með ykkur, rifja upp. Hér töldum við, það eru ekki nema 2 ár síðan, hérna þegar átakshópurinn sem að Sigurjón kom inn á áðan skilaði niðurstöðum, þá var skipaður átakshópur af því það var ekkert í uppbyggingu. Þegar hópurinn var hálfnaður þá komumst við að því að það var bara helling upp á uppbyggingu og gerði þessa spá hér og við endum með metárið 2020 og 2021 og 2019. Og þetta ótækt. Við erum að tala uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Íslandi og það 2022. Við verðum að breyta þessu og það það sem okkar ætlun, Samtaka iðnaðarins og HMS stjórnvalda og svo erum við sveitarfélögin með okkur í því líka að breyta þessu, koma upp stafrænum kerfum þannig að við vitum bara hvað gerast. Gerum áætlanir og fylgjum þeim eftir. Þannig drögum við úr sveiflunum, þannig drögum við úr því að fólkið okkar lifi í þessu óvissu sem það er að lifa í dag. Það ekki hagkvæmt fyrir neinn nema fjárfesta eins og húsnæðismarkaðurinn hefur verið að þróa síðustu árin. Það ekkert gott fyrir almenninga, verð hækki og svo lækki og svo hækki og svo lækki. Það ekki almenningurinn. Fólkið okkar sem að hagnast á þessu, það eru fjárfestar. Og við viljum það ekki. Það okkar verkefni að tryggja til lengri tíma ríkis- og sveitarfélaga stöðugleika á húsnæðismarkaði eins og kostur er. Og ég veit að Samtök iðnaðarins standa með okkur í þeirri vegferð og við erum samstíg í því. Hafandi sagt þetta, örstu staldra við hér. Hér íbúðaþarfagreining HMS árið 2021 og þá sögðum við, hérna sjáum við bara viðmiðunarárið, við sögðum, til að einfalda þetta, það byggja 3.000 íbúðir á ári næstu 10 árin, eða 30.000 íbúðir. Og það voru margir sem sögðu þá, og meðal annars á bankakerfinu, sem sögðu það þarf ekki að byggja svona mikið. Þetta allt of mikið. Nú eru liðið 1 ár. 1 ár. Og þið vitið hvernig staðan núna. Og ég ætla að fara aðeins í gegnum hvað búið að gerast á þessu 1 ári. Því við erum núna að uppfæra þessa spá og töldum okkur vera nú nokkuð taka tillit til þess sem var í pípunum og þyrfti að gera. Horfum aðeins á það sem gerist að Hagstofan birtir nýja mannfjöldaspá og ég ætla að biðja ykkur að horfa bara á miðspána, við skulum ekkert vera að flækja það. Hérna sjáum við dökkbláu, það mannfjöldaspáin 2020 og svo birtist 21 sjáum við þessi hér. Og eins og við sjáum svolítið skrítin eftir 5 ár. Við erum í samstarfi við Hagstofuna að leysa úr þessu, þetta gall í líkani hjá Hagstofunni, þannig að við skulum horfa bara á 5 ár hér. Þess vegna ég að draga svolítið línuna hér. Þið sjáum við erum að tala mikla breytingu. Og raunverulega rauði punkturinn hér raunveruleikinn, þannig við sjáum að við erum á þessari leið. Það að fjölga fleirum á Íslandi en við áttum von á. Og ég get ekki skýrt það hér út, mér finnst það sérstakt að milli ára séum við að sjá svona spá. Kannski erum við bara á sama stað í mannfjöldaspánni og í húsnæðismálunum. Við mættum kannski gera eitthvað betur þarna líka. Förum yfir í og hvernig höldum við áfram? Við erum aðeins að þróa okkur áfram. Það sem við höfum verið að gera núna síðasta ári með sveitarfélögum, það að útbúa stafrænar húsnæðisáætlanir. Áætlanir sem sérhver sveitarfélag gerir fyrir sitt byggðarlag eða sitt sveitarfélag, þar sem við horfum á annars vegar mannfjöldaspá og hins vegar þörf á íbúðarhúsnæði. Og núna erum við stödd í dag og við erum virkilega ánægð með það. Við þakka bara sveitarfélögum fyrir það. Að það búið að samþykkja, ef við horfum á eftir fólksfjölda, fyrir 290.000 og rauninni 200 og yfir 340 það þetta allt eiginlega tilbúið, þetta snýst bara þá bara samþykkt í bæjarstjórn. Þannig að við erum komið með
þá 2 gagnasöfn. Við erum annars með gagnasafni sem unnið eftir líkanið frá Hagstofunni eða okkur eða einhverjum öðrum og hins vegar bara raumtölur þar sem sérstök sveitarfélag segir við erum svona mörg í dag og við teljum við verðum svona mörg og við teljum við þurfum að byggja svona og þurfum að byggja svona íbúðir. Þannig við getum borið þessi gagnasöfn saman og ef við förum yfir á Norðurlandi þá sjáum við það, við erum hérna komin ansi langt líka hér í samþykkt húsnæðisáætlana. Þannig að við erum komið gagnasafn til að vinna með þetta svæði sem heild. Og þetta kerfi ennþá bara kerfi sem bara bak við tjöldin, en þetta verður opið öllum alltaf í framtíðin. Þannig að hverjum sýnist, þarna fylgjast með hver húsnæðisáætlun sveitarfélagsins og hvernig gengur að byggja upp í það. Svo getur maður tekið landið eða landsvæði og svo framvegis. Þannig að þetta verður eitt og við erum í rauninni þessi 2 stjórntæki, ný mannvirkjaskrá, þar sem fylgjast með byggingarframkvæmdum og hins vegar húsnæðisáætlun, þar sem við fylgjast með áætlunargerð sveitarfélaganna og þá landsins í heild, mun gjörbreyta stöðuna okkar. Fá okkur til að taka gálegar ákvarðanir. Og þá þarf kannski meistarafélag ekki að skora á þig að taka nýtt land, þú ert búin að setja það í áætlunina þína. Og hérna horfum aftur á miðspána hér. Nú er ég búin að bæta inn, sem hérna dökkblá myndin hérna í gegn, og horfum þá bara til 5 ára áfram, mannfjöldaspá sveitarfélagana sjálfra. Og ef við horfum á það, þá hún svona mitt á milli, gömlu hérna frá Hagstofunni og nýju, en hún leitar samt í þess átt að sveitarfélögin eru svona, maður færa líku fyrir því að við séum að tala um það að sé meiri mannfjöldafjölgun en við áttum von á. Hafandi sagt það, þá getur maður lagt saman 2 og 2 og sagt það eru vísbendingar aukna íbúðaþörf, ekki satt? Ef okkur að fjölga, það vantar fleirum húsnæði. Það sjáum við þegar við skoðum þá þar íbúðaþörf sveitarfélagana samkvæmt húsnæðisáætlunum. Sveitarfélaginu segja hér, næstu 10 árum þarf að byggja 34.000 íbúðir samkvæmt miðspáni sinni. Munið þegar ég var að segja 30.000 samkvæmt íbúðaþörfgreiningunni sem við gerum í fyrra. Og en ég teka fram að spáin tekur ekki til uppsafna íbúðaþarfar. Við erum alltaf með þetta á bilinu 3.000–5.000 óuppfyllta íbúðaþörf sem við erum alltaf svona, og það rauninni ekki hægt að setja puttan algjörlega á það, hvort að við förum aldrei inn í 0, það náttúrulega segir sér sjálf, en við erum alltaf að vinna með mengi, við vitum ekki alveg nákvæmlega. Því það fer bara eftir hvort að okkur líður þannig við viljum flytja heiman eins og gerðist bara ef við tökum núna COVID-tímabilið, það var auðveldara aðgengi að lánsfé, neysla breytti svolítið sem var til þess að fleiri sem að byggu heima eða byggu fleiri heimili ákveða að kaupa og það tæmdist íbúðamarkaðurinn á öllu landinu, það er bara eiginlega ekki til sölu. Þannig að þetta fer líka svolítið eftir því. Hann er með tilfinningar þessi markaður. En ef við færum okkur svo yfir á Norðurlandið með mannfjöldaspána sem öll sveitarfélög á Norðurlandi gerði, þá sjáum við hérna þegar það gerir ráð fyrir því að það verði fjölgun úr rúmlega 37.000 upp í 44.500 cirka samkvæmt háspáni og aðeins minna samkvæmt miðspáni. Og þeir eru líka búin að gera samkvæmt húsnæðisáætlunarkerfinu, þá spáið því að þurfa að byggja hér 150–200 íbúðir á ári á öllu svæðinu. Það ykkar spá núna, sem liggur fyrir núna. Og ef við skoðum aðeins og förum í talningatölunar, þá sjáum við hvar munin á talningunni í mars og september á sveitarfélögum hér, sem ekki dvelja við það, Friðrik var búinn að fara vel yfir þetta. En ef maður horfir á síðan næstu mynd sem sem sagt framvinduna, þá má alveg búast við að þetta verði hérna 150 íbúðir sem skilir sér núna sem eftir þessa árs inn á markaðinn á Norðurlandi. Þannig og við sagði á það, þörfin ykkar 150–200, það náttúrulega einhver íbúðir komin inn á markaðinn nú þegar, þannig að við erum einhvers staðar á þörfinni eins og þið hafið metið hana núna, sveitarfélögin. En svo erum við með tiltölulega mikið í sem nýbyrjað, grunnurinn og svo söklarnir. Þetta bara fyrst sem tölum tölur svona, en ímyndið ykkur þegar við erum að vinna með þessu gögn í nokkur ár, þekkjum þetta allt saman, hvað verður miklu einfaldara fyrir ykkur að stýra sveitarfélögunum og talandi eins og þetta svæði á Norðurlandi, það er mikil uppbygging framundan hér. Og þá er gott fyrir ykkur að hafa þessi stjórntæki, ég er alveg sannfærður það. Á grunni þessara gagna sem komin eru, þá gáum við út bráðabirgða mat til 5 ára fyrir þjóðhagsráð
HMS er ekki búin að gefa út nýja íbúðargreiningu, við erum að bíða eftir Hagstofan klára sinn hluta. Þess vegna bið ég ykkur að horfa á þessa mynd, bara hérna milli brotalínuna. Hér sjáum við íbúðarstokkin eins og hann er í Íslandi í dag, dökkblá línan. Og hérna sjáum við íbúðargreiningunum sem við birtum hann í fyrra, 10.000 íbúðir, 3.000 ári. Það endur við hér. Við tökum bara 5 ári hérna. Við tökum hérna grænlínuna. Þetta er sveitafélag, frá sveitafélagunum sjálfum, ríflega 3.500. Og ef við tökum mannfjöldaspána inn í, þá erum við komin hérna í 4.000. Þannig að segjum við, leyfum við okkur að segja, sögðum við þjóðhagsráð, það þarf að byggja minnst okkur 3.500-4.000 íbúðir á ári og við leggjum til að það séu 4.000 ári næstu 5 árin. Og það er það sem innviðaráðherra hefur sagt. Hann leggur til að sveitarfélög, ríki og aðilar á byggingamarkaði taki höndum saman og reyna að byggja 20.000 íbúðir næstu 5 árum. 35.000 næstu 10. Það er svona stóra myndi sem við erum að horfa á. Og það hann hefur sagt líka, við viljum að ríki komi inn með styrkar hætti til að styðja við uppbyggingu og hlutfall hins opinbera í uppbyggingu verði 35%. Það hefur verið svona 30% sem við erum að horfa á í nýbyggingum og við förum upp í 35%. Þá erum við að tala almenn íbúðakerfi, hlutdeildarlán, leigu íbúði fyrir námsmenn og svo fleiri. Og þannig styðji stjórnvöld við framboð en ekki eftirspurn. Og við leggjum mikla áherslu á það, bæði HMS og samtökum iðnaðarins, að við sammælumst öllum það að setja fjármunina á framboðsliðina núna. Höldum aðeins í okkur með hitt. Hafandi sagt þetta, þá langar maður að segja ykkur aðeins frá hvað HMS er að gera svo í öðru, það snýr að uppbyggingunni. Við sem sagt rekum höldum utan húsnæðisstuðnings opinbera og höfum verið svona að þróa okkur áfram að því. Og eitt af þeim verkefnum sem að sprutt upp úr samstarfi sveitarfélög er það sem hann kallaði Tryggð byggð, sem er samstarfsvettvangur ríkis og sveitarfélaga í uppbyggingu, íbúðarhúsnæði allt land. Og við erum búin að safna undir þennan hatt uppbyggingu tæplega 500 íbúða, þar sem heildarfjárfestingin er 12 milljarðar og þetta eru 36 sveitarfélög sem við komum inn á. Þannig erum við með stjórntæki eins og til dæmis leigufélagið Bríeti sem var sett á laggirnar, sem getur byggt og var sett á laggirnar til þess að aðstoða við uppbyggingu leigumarkaðar allt land. Ég nefni húsnæðissamvinnufélagið Brák sem var sett á laggirnar núna fyrir 1-2 mánuðum af 31 sveitarfélagi og HMS eða Bríeti rekur fyrir sveitarfélögin. Þar er verið að auðvelda sveitarfélögum að byggja upp í almenna íbúðakerfinu eða stofnframlögum. Þannig að sérhver sveitarfélag þurfi ekki að stofna félag, þá búið að stofna félag sem að sveitarfélögin geta bara sett sitt inn í. Þá búið við sérþekkingu á leigurekstri þannig á einu stað. Og ef við tala aftur Bríeti, þá er semst Fjarðabyggð orðið hluthafi og markmiðið er að þetta félag verði meirihluta eiga sveitarfélaga áður en langt líður og sveitarfélögin geta lagt inn íbúðir sem þeir eiga í leigu og orðið þannig eigendur og losna þannig við umstangið af leigustarfsemi. Og ég held að þetta sé mjög góð leið fyrir sveitarfélag og mín sýn er sú að við verðum komið með yfir 800 íbúðir í þetta félag eftir, segjum 3 ár. Það eru 800 félagslegar eða samfélagslegar íbúðir á landsbyggðinni. Að við kæmum svona stórum hluta því í þetta félag, þá erum við með bolmagn til að bregðast við uppbyggingu leiguíbúða all land. Það voru líka settar á laggir á þessu sama tíma, það voru sett ný tegund af lánum fyrir landsbyggðina, bæði fyrir einstaklinga og félög til að stuðla að uppbyggingu. Og þannig eru mörg verkfæri sem hægt er að nýta og ég nefni bara sem dæmi hér, á Norðurlandinu er nú verið að byggja 51 íbúð í hlutdeildarlánakerfinu. Það eru 113 íbúðir í stofnframlagakerfinu og svo er leigufélagið Bríeti að byggja 20 íbúðir. Og við erum núna nýjasta verkefnið með Skagaströnd, það sem undirrituð viljayfirlýsing núna bara í byrjun árs. Þannig að þannig eru tækjutól sem vinna þessar uppbyggingu saman, þessar innviðauppbyggingu á landsbyggðinni. Við erum til samtals þegar hentar sveitarfélögunum. Við erum að vinna saman á mjög mörgum sviðum og ég hveti ykkur, og sérstaklega núna á Norðurlandinu, að horfa til þess hvernig við getum stuðst að því að byggja upp hér betra og meira íbúðarhúsnæði fyrir ykkar íbúa og væntanlega þá íbúa sem þið viljið fá hingað, eins og mér heyrðist nú, þið ætlaði að stækka svolítið. Þannig að við erum með ykkur í því og ég ætla að enda þetta bara þessu og þakka fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Hermann, mjög gaman að fá yfirlit yfir
það sem við hafa verið að gera og ég get vitnað það að við höfum átt mjög gott samstarf við HMS og fylgst vel með uppbyggingunni þar. En þá vil ég bjóða hingað velkomin Pétur Inga Haraldsson, skipulagsfulltrúa Akureyrarbæjar. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Í þessu erindum framtíð skipulags á Akureyri ætla ég að taka boltan þar sem Friðrik skildi við hann. Friðrik tók fyrir hvað í gangi, en ég ætla að fjalla hvað framundan í íbúðabyggingu á Akureyri. En áður en ég fer að kynna ykkur nýju íbúðahverfin sem aðeins búið að minnast á hérna, þá ætla ég að fara svona stuttlega yfir þær forsendur sem við leggjum til grundvallar ákvörðunum skipulag og lóðaframboð. Verkefni sem ansi snúið í landi þar sem sveiflur eru meiri en æskilegt eins og þróun síðustu ára sýnir. Megin forsendan auðvitað íbúðaþróun. Og eins og sjáum á þessari mynd þá íbúðum í sveitarfélaginu fjölgað jafnt og þétt undanfarin 20 ár, þó svo sveiflurnar hafi verið miklar. Bláa línan sýnir heildarfjölda íbúa. Sú rauða eða appelsínugula, hún sýnir hlutfallslega fjölgun per ár og gráa línan sýnir meðal fjölgun á árið þetta tímabil. Á þessu 20 ára tímabili þá fjölgaði íbúum 4.500 manns eða næstum 23%. Hlutfallsleg fjölgun íbúa var töluvert meiri fyrir hluta tímabilsins. En eftir nokkur mögur ár þar á eftir virðist sem það sé að birta til, þar sem íbúafjölgun síðasta árs var nokkuð mikil eða 2,2%. Og verkefni okkur á Akureyrarbæ náttúrulega að tryggja til séu lóðir til að byggja íbúðir fyrir þessa nýju íbúa. Íbúafjölgun samt ekki eina forsendan. Það sem breytt fjölskyldumynstur á Íslandi hefur áhrif. Í gegnum tíðina hefur verið miðað við svona 2,5 til 2,6 íbúa per íbúð. Í aðalskipulaginu hjá okkur í dag er miðað við 2,3. Þetta bara að breytast. Þetta verður föðmið sér að það nauðsynlegt að byggja íbúðir þó svo að verði engin fjölgun. Það þörf fyrir íbúðir bara út af breyttri fjölskyldumynstri. Og svo Akureyri mjög vinsæll sumar- og vetrardvalarstaður og gott að vera á skíðum í dag til dæmis fyrir íbúa annars staðar á landinu og þá sérstaklega þeirra sem búa á suðvesturhorni landsins. Það hefur gert það að verkum að ansi stór hluti íbúða hér á landi eru eigu aðra sem eiga ekki lögheimili hérna. Íbúðir sem nýttar sem orlofsíbúðir í ferðaþjónustu. Íbúðir eigu félagasamtaka, einkaaðila og fjárfesta. Skíðaíbúðir svolítið. Með tölusingum framkom í aðalskipulaginu 2017 og frá 2017 þá hlutfall þessara íbúða 11,4% sem 1000 íbúðir. Og með við þróun síðustu ára þá talið að hlutfallið hafa bara aukist síðan jafnvel komið upp í 14%. Og þetta háa hlutfall gerði að verkum að við getum ekki eingöngu litið á íbúðaþróun eða breytta fjölskyldumynstur. Við verum að taka þetta líka með reikningin. Hér á þessari glæru má sjá hvernig þróun íbúða uppbyggingar hefur verið á Akureyri. Fyrir sama tímabili sýndi áðan. Miðað súlurnar við fjölda íbúða sem hafist var handa við á því ári. Og eins og sjá má eru sveiflurnar mjög miklar, en líklegast í samræmi við mörg önnur sveitarfélög á Íslandi. Fyrst komu nokkur mjög góð ár með sívaxandi uppbyggingu, en síðan stoppaði allt frá 2008 til 2015. Síðan þá hefur þróunin smásaman verið upp á við í takt við síaukna eftirspurn og núna erum við hreinlega að hlaupa eins hratt og við getum til að halda yfir þróunina. Þarna út í enda þar 2022 og með við hófar að spá að þá líklegt að framkvæmdir hefjist við uppbyggingu 236 íbúða þessu ári, en ef allar áætlanir ganga eftir verðar 350, sem þá hærra heldur en hið góða ár 2007. Þessi munur á tölum skýrist einfaldlega því að hluti íbúðana eru í skipulagsferli sem vonandi klárast á næstu vikum eða mánuðum. Þannig að við ekki að segja að talan sé einhvers staðar þarna á milli. Þá ætla ég að fara að hvað við erum að gera. Undanfarið 15-20 ár hefur Akureyrarbær verið að þróast í átt til suðurs. Og nú í sumar hefjast framkvæmdir á síðustu lóðunum í Hagahverfinu sem syðsta hverfi bæjarins í dag. Með aðalskipulagi sem tók gildi árið 2018 var ákveðið að bíða með áframhaldandi þróun til suðurs
í bili og frekar stefna uppbyggingu norðanmegin í bænum og þéttingarsvæðum innan núverandi byggðar. Fyrst var rauninni skipulag fyrir Holtahverfi eins og komum hérna áðan og uppbygging að hefjast þar bara á næstu vikum eða mánuðum. Sumir verktakarnir eru bara tilbúnir og eru að bíða eftir að við segjum go. Og akkurat núna, bara í dag, er nýtt deiliskipulag fyrir svokallega Móahverfi í auglýsingu. Það er meira þess að kynningarfundur akkurat í dag. En ef við förum að fyrir Holtahverfi, það tók deiliskipulag gildi í maí í fyrra. Og það gert, eins og ég sagði áðan, gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist bara á næstunni. Þarna samkvæmt skipulaginu gert ráð fyrir það bil 300 íbúðum með náttúrulega smá skekkjumörkum. Og er þegar búið úthlutað lóðum fyrir 250 og við svona ráðgert að framkvæmdir við 200 fari í gang á þessu ári. Við eigum síðan eftir að auglýsa lóðir fyrir svona 50 til 65 íbúðir og eru svona stefna því á næstu vikum á mánuðum. Hér sjáum við mynd á skipulaginu og svæðinu og má eiginlega skilgreinda svæði sem svona hálfgert þéttingarsvæði. Þar sem á svæðinu voru 7 íbúðir og sferir, auk sem það liggur alveg upp að eldra hverfi. Staðsetningin er alveg frábær, þarna við ströndina og smábátahöfnina. Þetta svæði hefur í nokkuð tíma verið skilgreint sem þéttingarsvæði. En eitt af því sem kannski tafið ákvörðun uppbygginguna er nálað við Krossanesbraut. En það er mjög mikil umferð á stórum bílum. Með deiliskipulaginu er verið að beina þeirri umferð upp á þjóðveginn og gera Krossanesbrautina á þessum stað í svona 30 km götu. Þannig að þessi auðveldar að tengja saman í hverfi bara á auka og öryggi gangandi vegfarenda. Þetta er náttúrulega bara eykur líka gæði þeirra sem eru þegar búsettir að komast niður á strönd. Þá er það Móahverfið sem er nýtt íbúðahverfi fyrir allt að 1100 íbúðir. Talan hefur alltaf verið svona aukast smá saman. Þetta er saman með Holtahverfi, upphaflega var þetta fyrir 100 íbúðir en endar í 300. Og eins og ég sagði, deiliskipulag er í auglýsingu og það er stefnt að taka gildi núna á vormánuðum. Sem hvað bæjarstjórn verið dugleg að klára þetta. Og ég. Hönnun hverfisins er hafin, þar sem markmið er að hafa hverfi tilbúið til uppbyggingar svo fljótt og mögulegt er. Þannig að við erum strax búið að bjóða tönnun á hverfinu og við erum strax farin að skoða allt sem getur komið upp til að vera tilbúin. Og með það markmið að það sé bara hægt að byggja eins fljótt og hægt er. Við stefnum að hafa uppbyggingu 2023. Það gæti fest í 2024, en það er að segja ef það er ekki talin þörf á svona hraðari uppbyggingu. En það er þó betra að vera tilbúin eins og við komum fram hérna áðan. Það er betra að þá bara eiga þetta tilbúin, skipulagið og svo bara sjá til. Og miðað við að uppbygging getur tekið svona 57 ár, en eins og við þekkjum að þá er þetta óvissa fyrir hendi. Og ég veit ekki hvort okkur lánist til að verða stabíl í landi, en við vonum það besta. Og hérna er mynd sem sýnir Móahverfið, norðan við Giljahverfi og vestan við Síðuhverfi. Eins og ég sagði á hann í aðalskipulaginu hjá okkur, þá bæði gert ráð fyrir að vaxa til norðurs en líka þétting byggðar. Þéttingu á óbyggðum svæðum og vannýttum lóðum. Og nú þegar er stefnt á uppbygging á ýmsum lóðum í bænum sem ætti skilgreinda sér þéttingareiti. Og er það helst að nefna lóðir við Skarðshlíð, eða lóð við Skarðshlíð sem var auglýst núna á miðvikudaginn, í gær, Hofsbót, Geislagötu, Gránafellsgötu og Hvannavelli. Og vonumst við til að minnstakosti hluti þessara verkefna fari í gang bara núna í sumar. Jafnvel bara mjög fljótlega, ef allt gengur eftir. Og þá erum við skipulagsvinna í Tónatröð og þar má gera ráð fyrir 50 til 60 íbúðum. En endanlegu fjöldi á eftir að koma í ljós þar sem verkefnið þróast áfram og það kemur svo sem sjáum bara til með það. Svo gengur. Auk einstakra minni svæða er farið að huga skipulagsvinni á stærri þéttingarsvæðum í bænum. Og næstu mánuðum má gera ráð fyrir að fari verið að huga að 2 þeirra. Fyrst er þetta svokölluð tjaldsvæðisreitur, en samkvæmt aðalskipulagi er sá reitur í dag skilgreindur sem miðsvæði, þar sem er gert ráð fyrir blandaðri byggð, íbúða og þjónustu. Á síðasta ári, í byrjun síðasta árs, var farið af stað með skipulagsvinnu nyrst á svæðinu þar sem fyrir var að byggja heilsugæslu.
Stefnt að því að vinna við skipulag alls svæðisins á næstu mánuðum. Með það markmið að uppbygging geti hafist seinni part 23, ég veit ekki hvort því sé bjartsýnn, eða 24. Allt eftir þörf og eftirspurn. Og þá einnig stefnt að því að undirbúningur skipulags fyrir Akureyrarvöll hefjist í lok þess árs. En þetta að margra mati einn mest spennandi uppbyggingarreitur á Akureyri. Forsendan auðvitað að menn hætti að spila fótbolta þarna. En framkvæmd við uppbyggingu á nýjum keppnisvelli á Káasvæði að hefjast þessar mundir sem gerir þetta verkefni mögulegt. Það liggur fyrir samkeppnistillaga svæði frá árinu 2009 þar sem gert ráð fyrir 150 íbúðum pluss þjónustu. En það alveg óvíst hvernig svæðið á eftir að þróast. Það eina sem við vitum að þarna bara gríðarlega áhugaverð svæði blandara byggðar með íbúðum og alls konar þjónustu. En svo vitum við líka að byggja út í móa eða byggja á svona svæði, það bara allt annað. Það þarf að segja sinnum 2 í tíma. Að það öðruvís að spurja spóan heldur en íbúana sem fyrir eru sko. Þannig að og ég markmið að uppbygging geti hafist 24-26, það verður bara aðeins að koma í ljós. Þá ég búin að fara svona yfir það helsta sem í pípunum hjá okkur á næstunni. En samkvæmt ný samþykktir í húsnæðisáætlun þá gert ráð fyrir uppbygging hefjist á 1900 íbúðum á tímabilinu 21 til 29. Sem gera 210 íbúðir að meðaltali á ári, sveiflast aðeins milli ára. Spurningin það nóg, það of mikið? Ég verð að viðurkenna þrátt fyrir alls konar gögn að þá erfitt að spá fyrir framtíðarþörf fyrir lóðir. Það sem ég veit þó og sem ég bara nefna áður að það betra að vera tilbúin frekar en að vera sífellt að elta. Það verður þó að viðurkennast að þróun síðastliðin árs hefur komið óvart þar sem eftirspurnin miklu meiri en allar spár hjá bænum gerir ráð fyrir. Svona nánast þannig að maður bara hent Excel-skjalinu. En eitthvað sem við munum vonandi læra af í framtíðinni. En bara sem dæmi eitthvað að þá húsnæðisáætlun sem var samþykkt í janúar 2019. Og hún skoða bara íbúða þróunina og hún gerir ráð fyrir að við ætlum að byggja 80 íbúður ári næstu 5 árin. Og við erum að fara að byggja 210 og það eflaust einhver inni sem finnst allt of lítið sko. Þannig að það eru fullt af áætlunum í gangi, það eru misvísandi en við þurfum bara að reyna að læra og svona bara lokum. Eitt varðandi þróun uppbyggingar að það má sjá að undanfarin 20 ár hefur hlutfall íbúðategunda breyst verulega á Akureyri. Þar sem hlutfall íbúða í fjölbýli hefur aukist verulega á kostnað íbúða sérbýli. Ef við skoðum eldri hverfi að þá hlutfallið svona 50-50. Fjölbýli 50%, sérbýli 50%. Í Naustahverfi þá fór hlutfallið upp í 73%. Í Hagahverfinu verða nálægt 90%. Og í Móahverfinu sem við erum í núna þá erum við svona kringum 80%. Og svo þéttingarsvæði náttúrulega bara 100%. Og þetta náttúrulega bara breyting á fjölskyldumynstri, við erum að eldast, þannig að svo spurning hvort það sé rétt hjá okkur. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Pétur, þessa góðu og áhugaverðu yfirferð. En þá tími fyrir spurningar. Ég vissum að það margt sem brennur á ykkur eftir þessu fróðlegu erindi. Og það hljóðnemi hérna í salnum. Kannski meðan við bíðum að væri áhugavert að heyra kannski frá þér, Hermann, sko þarna kom fram í góðu erindi Péturs að það væri betra að vera tilbúin og svona undirbúa, fara í skipulag og fleira, þannig að við sjáum náttúrulega ekki algjörlega fyrir hvernig eftirspurnin þróast. Og nú hafið verið að fá húsnæðisáætlanir frá sveitarfélögunum. Hvernig svona blasir þessi mynd við ykkur? Eru sveitarfélögin tilbúin? Heyrist ég bara? Haldum. Já, takk fyrir spurninguna. Ég verð að hrósa sveitarfélögunum fyrir það að þau að gera mjög góðar húsnæðisáætlanir núna og verið að gera sér grein fyrir uppbyggingunni. En við erum með, og ég var ekki með það núna í kynningunni hjá mig núna, en við sjáum það svolítið á húsnæðisáætlununum. Það
gott framboð á lóðum og þetta á sérstaklega við höfuðborgarsvæðið að þegar maður skoðar lóðirna virðist vera svona tiltölulega nóg af þeim en þær eru ekki byggingarhæfar. Þannig að eins og staðan í dag þá eru byggingarhæfar lóðir langt fyrir ef við horfum bara á stöðun á byggingarhæfar lóðum þá munum við ekki ná að byggja þessar 3.000 talningum 4.000 íbúðir á ári næstu árin. Það er vandamál sem við þurfum að leysa og ég veit að átakshópur stjórnvalda sem starfa núna er akkúrat að horfa á þetta. Hvað getum við gert til þess að breyta þessu? Því þetta er allt mannanna verk, þetta er bara við sem á skrifstofunni erum að tefja afgreiðslur eða ferla. Þetta er ekki eitthvað svona, hvað segir maður, lögmál. Þetta er bara við. Skilja. Hér er spurning. Já, takk fyrir það. Og bara bestu þakkir. Ánægilegt að fá í svona vernduðu umhverfi svörin við spurningunum sem maður vissi ekki að maður hafði og svo varpa fram örugglega misgáðum spurningum. Það er mjög áhugavert og ég ætla að kannski svara bara öllu nánast en eitt sem ég fór að velta fyrir mér svona í framhaldinu og hvað með síðan þörfina á húsnæði fyrir verslun og þjónustu. Hvernig metum við það? Rennum við grind í sjónum eða höfum við einhverja sambærilega leiðir til þess að meta það? Það má væntanlega ekki segja pass. Sko það er bara mjög erfitt og það er bara stafræn þróun og það er hægt að gera einhver áætlanir og slíkt en þetta er bara gríðarlega erfitt sko. Þetta er eins og að teikna upp atvinnulóð. Það er bara mjög erfitt af því að þörfin er svo rosalega misjöfn. Ef við búum til atvinnulóð sem er 5.000 fermetrar þá vantar menn 2.000 sko eða eitthvað annað og þetta, já, ég get eiginlega ekki svarað þessu betur, þetta er bara mjög erfitt af því að bara samfélagsleg þróun hefur allt að segja í þessu. Það er bara kaupa á netinu og ekki gott svarinn, samt. Friðrik, vilt þú bæta við? Kannski gaman að segja frá því að það er nokkur ár síðan að framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu skrifaði grein í fjölmiðla og skammaði verktakana fyrir að byggja svona mikið af verslunarrými í hinum ýmsu hverfum. Og við viljum þannig til að Samtök verslunar og þjónustu er í sama húsnæði og Samtök iðnaðarins þannig að það var nú mjög létt fyrir mér að stökkva niður og tala við framkvæmdastjórann og spurja hvort að hann fái aldrei eða hvort að hann rýni aldrei drög að skipulögum hvort að hann telji að sé þörf á verslunarrými og annað slíkt. Hann hafði aldrei gert það. Hann hélt bara byggingaverktakinn réði þessu. En það er ekki þannig. Þetta er alltaf sett í eitthvað skipulag og margir byggingaverktakirnir þeir hafa verið að líta á þetta sem kvaðir að þurfa að setja til dæmis verslunarrými í hitt og þetta mannvirki. Þannig að ég hvet aðeila til að kalla eftir frá Samtök verslunar og þjónustu. Hvar teljið þið hér á Norðurlandi þörf í nýju hverfum að vera með verslanir, til dæmis. Takk fyrir, við erum með fleiri spurningar. Já, mér langar aðeins að spyrja kannski Hermann og kannski Pétur líka. Þetta hefur orðið svona aðeins flóknar heldur árunum hvað er í boði að svona þessum styrkjum eða þessum leiðum eða áætlunum opinberra ríkisins til að styðja við að það séu byggðar íbúðir. Eru þið hjá samtökum iðnaðarins, eru þið svona sérfræðingarnir sem hægt er að leita til að fá alveglega yfirsýn yfir þetta? Varstu ekki að spyrja mig? Spyrja mig, Hermann hjá HMS? Já. Við erum algjörlega með yfirsýn yfir húsnæðisstyrking opinbera og þekkjum vel til og meðal annars komum að tölvöld mikið af uppbyggingu all land eins og ef við tökum árið 2021 af þessum 3.000 íbúðum rúmlega sem voru í byggingu það ár eða hafin bygging á þá kom hið opinbera að tæplega 1.000 eða 800 íbúðum
og það er með ýmsum horfi. Við erum að lána til dæmis Félagsstofnun stúdenta fyrir námsmenn, við erum að setja stofnframlög í uppbyggingu íbúða Bjarg sem er íbúðir hérna fyrir svona vinnandi fólk með lægri tekjur. Við erum að lána til leigufélaga, við erum að lána hlutdeildarlán til einstaklinga sem eru fyrstu kaupendur. Við erum að greiða húsnæðisbætur til eigenda undir ákveðnum tekju- og eignamörkum og svo framvegis. Ég vona að þetta svari spurningin einhverju leyti. Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar? Komið sæl, ég heiti Einar Björnsson og er framkvæmdastjóri SSN. Mér langaði að beina einni spurningu til Hermanns sem að snýra miðlun upplýsinga húsnæði byggingu og íbúðaþróun. Sérðu fyrir hvenær þið séu komið á þann stað að þetta sé orðið nægilega upplýsandi fyrir sveitarfélag til að taka ákvarðanir út frá þessi tenging annars vegar ykkar skráningar og svo hins vegar þjóðskrár? Ég sé fyrir mér bara fljótlega, svona í haust þá verði mannvirkjaskráin og húsnæðisáætlunarkerfi opið, bara algjörlega aðgengilegt. En við erum svo, og ég veit ekki hvort þú tekið eftir, en það er semst fyrirhugað að sameina fasteignaskrá við rekstur HMS og þá náum við á einum stað, einum aðgangi að þessu öllu saman. Og hugmyndin er þá að hér, það er bara áætlun og svo hvernig okkur gengur að fylla upp í hana og svo yfirleiti við þau mannvirki og þar fasteignir sem til eru. Takk, gjörðu svo vel. Já, sæl, Sunna heiti ég. Hermann, þú verðist vera vinsælasti gaurinn hérna í dag. Þú komst aðeins inn á hlutendarlánin áðan og mér langar aðeins að spyrja hvernig þú sér fyrir að sveitarfélag getur komið að því að fjölga íbúðum sem að geta fallið undir umsóknir hlutendarlán. Ég veit ekki hvort að þú sér bestu til að svara því eða Pétur. Hermann, greinlega. Ég skal svara því. Sveitarfélag getur komið að því bara með því að hafa nægt lóðaframboð í boði. Við erum að horfa á hlutdeildarlánakerfi til 10 ára núna og við viljum gera samning og gerum samninga við byggingaraðila uppbyggingu og ef þeir hafa aðgengi að lóðum þá geta það byggt hagkvæmar íbúðir. Auðvitað vorum við svolítið óheppnir með það þegar við kynntum hlutdeildarlánakerfið þá fórum við beint upp í þessu uppsveiflu. En svona í eðlilegu árferði og sérstaklega í árferði sem er ekki svona rosalegu þrýstingur í hagkerfinu, þá er þetta svona öryggisventil fyrir byggingarinnar til að geta haldið áfram. Þegar það er niðursveifla almennt, þá getur hlutdeildarlánakerfi komið hraðar inn og svo önnur fjármögnun vegum opinbera. Þannig að bara lóðir, þá gerist þetta. Það er lykilorðið hérna hjá okkur, lóðir. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Sæl, takk fyrir áhugavert og gaman að sjá hvað mikið framöndan hérna á Akureyrarbæ. Það er talsvert sem að maður tók eftir að fara af stað svona frá og með 2024 af verkefnum og kannski spurningin til Ásthildar og Péturs að hvað með árin fram að því, erum við þá að horfa á Hagahverfi og Holtahverfi fyrst og fremst til að svara eftirspurningarinnu þá? Pétur, vilt þú ekki svara þessu? Jú, við erum að, eins og ég sagði áðan, í sumar erum við að klára Hagahverfið. Það er svona uppsópið eiginlega bara síðustu lóðunar. Mest eftir bara sérbýlishús. Og svo erum við í sumar þá að byrja á Holtahverfinu. Og það byrja núna bara eins og ég sagði næstu vikum. Og það verður þá fram að Móahverfi eða með. Og hvort að Móahverfi byrji þá á næsta ári. Það er stefnan ennþá hjá okkur. Og við allar áætlanir miða við það að 2023 getum við farið af stað í Móahverfinu. Þannig að það er svona, og svo eins og ég nefndi á hann, þá eru bara svona ýmsir þéttingarreitir í gangi, það sem kannski má segja, það er aðeins öðruvísi skipulag, þar hafa lóðarhafanir frumkvæði að skipulaginu svolítið, það er menn kaupa gömul hús, komið tillögur, þannig það er svona aðeins öðruvísi ferli, en við gerum væntingar að það séu slatti af þéttingarreitum sem fari í gang á næstu 2 árum. Ljómandi, takk fyrir það.
Eru fleiri spurningar? Og ef svo ekki, þá langar mig að biðja formann Meistarafélags byggingamanna á Norðurlandi, Sigurð Sigþórsson, að koma hér. Ég veit að hann með áskorun, ekki satt, afhenda bæjarstjórnum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég nú ekki mjög duglegur í svona pontu, en ég ætlaði að afhenda Áslaugu þessa það var í von aðalfundar og stjórnar MBN að þessi atriði sem voru talin upp hér á undan fái efnislega umfjöllun og að stjórn MBN fái formuleg svör frá bæjaryfirvöldum og niðurstöður umfjöllarinnar. Og afhendir þessa umfjöllun og þetta verður sent á alla bæjarfulltrúa líka og komandi. Ég sé að nokkrir þeir vilja fá vinnu hérna hafa komið og hlusta á þetta. Takk fyrir. Ég ætla nú bara að fá að fagna þessari áskorun Meistarafélagsins til bæjaryfirvalda. Það er ákaflega gott þegar menn sem vita hvað þeir syngja láta í sér heyra og þarna eru sérstaklega áhugaverðar hugmyndir reifaðar. Þannig að takk fyrir þetta og takk fyrir að sýna skipulagsmálunum svona mikinn áhuga. Ég veit að þetta eru sameiginlegir hagsmunir okkar. Takk. Heyrðu, þá er komið að kaflaskiptum hérna hjá okkur á fundinum. Ég vil þakka Árna, Ásthildi, Friðriki, Hermanni og Pétri kærlega fyrir framlagið, ykkar fróðlegu erindi og áhugaverðu. Við erum svona aðeins á eftir áætlun, en ég veit að það er líka vegna þess að við fengum svo mikið af góðum og áhugaverðum spurningum. En þá vil ég bjóða hingað upp Sigríði Mogensen, sviðsstjóra iðnaðar- og hugverkasviðs Samtaka iðnaðarins, Sverri Jan Norðfjörð, framkvæmdastjóri þróunar- og tæknisviðs Landsnets, Guðmund Hauk Sigurðsson, framkvæmdastjóra Vistorku og Evu Hlín Derriksdóttir, framkvæmdastjóra Raftákns. Gjörið þið svo vel. Ég vil við ætlum að ræða þá í þessum seinni hluta orkumálin og ég veit að það verður ekki síður áhugavert en umfjöllun íbúðaruppbygginguna. Þannig að ég vil bjóða Sigríði Mogensen að gjöra svo vel. Komið sæl og gaman að vera með ykkur hérna á Akureyri í dag. Ég ætla að fjalla stöðu áskorunir í orkumálum af því að orkumálin eru auðvitað okkur öllum mjög hugleikin þessi misserinn, bæði vegna skerðinga og svona, það má segja að orka sé uppseld á Íslandi í dag og sérstaklega í ljósi framtíðar áskoruna í tengslum við loftslagsmál og markmið stjórnvalda jarðefnaeldsneytislaust Ísland, að þá auðvitað hefur kannski sjaldan verið brýnna og það hefði þurft að gera það fyrir einhverjum árum að skipuleggja orkuöflun framtíðarinnar. Og ég ætla Sigurður og Árni hafa hlustað á mig tala þessi máli mikið undanfarnar vikur, þannig að ef þið viljið fara fram og nenni ekki að heyra þetta aftur, en ég ætla sérst að fjalla bara skýrslu. Ég var skipuð í starfshóp umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þessi mál með vísan í loftslagsmarkmið stjórnvalda. Og SSNE kom nú á fund starfshópsins, fulltrúar landshlutasamtakanna að minnsta kosti, og við auðvitað náðum ekki að fara ítarlega ofan í hvern landshluta í þessari vinnu, enda var það ekki markmið vinnunnar, heldur að skoða sérstaklega þessar áskoranir með vísan í loftslagsmarkmiðin. En eins og þið vitið auðvitað betur en ég að þá eru miklar áskoranir hér líka í þessum málum, bæði vegna orkuskiptanna framundan, en einnig í tengslum við það að elsti hluti byggðalínunar eru auðvitað Norðurlandið og staða flutningskerfisins er auðvitað ekki í takt við nútíma kröfur og hvað þá kröfur framtíðarinnar. Og svo fengum við auðvitað margvíslegar ábendingar frá Norðurlandi eystra atvinnutækifæri og þróunarverkefni sem voru í bígerð en hafa átt erfitt með að ná fram að ganga vegna stöðu orkumála.
En þetta er svona klukkutíma kynning, þannig að við verðum hérna, þannig ég ætla bara að skauta svolítið hratt yfir þetta og ég ætla að einbeita mér að því sem að skiptir mestu máli. Það er að segja að bara samantektinni og álitaefnunum og þessum sviðsmyndum sem við teiknuðum upp þarna. Og þið hafið auðvitað einhver af ykkur séð þessa skýrslu, hún er auðvitað opinber og hún er 170-80 blaðsíður að lengd og það er ýmislegt gagnlegt efni þar að finna og þetta er fyrst og fremst stöðutaka. En í leiðinni að þá erum við líka að, kannski standa hér svo það heyri betur í mér. Í leiðinni þá erum við auðvitað að draga fram svona hvaða ákvarðanir eru framundan í pólitíkinni og við göngum talsvert langt í að koma með þá svona einstakar tillögur varðandi pólitíska ákvarðanatöku sem er framundan. En ef við byrjum bara á þá samantektinni, þá er það þannig að loftslagsmarkmið Íslands þurfa betur að ná að móta ákvarðanir orkuframleiðslu og orkuflutning og við orkuskipti bætist orkuþörf til frekari vaxtar atvinnuvega. Það sem við erum að segja þarna er hingað til að þá hefur því miður hafa loftslagsmarkmiðin, þeim hefur ekki fylgt aðgerðir í orkuöflun og við erum að brenna inn á tíma með það og við verðum að hefjast handa í aukinni orkuöflun ef við ætlum að ná loftslagsmarkmiðum okkar. Og ég held að það deili enginn það í dag. Orkuöryggi kallar auðvitað á aukna raforkuframleiðslu og öflugra flutnings- og dreifikerfi sem þið þekkið auðvitað vel hér fyrir norðan og kallar líka á heildrænt skipulag orkukerfisins og samþættingu verkferla. Nú orkuframleiðsla til fullra sjálfbærra orkuskipta í skrefum felst auðvitað einnig í bættri orkunýtni en ég verð þó að segja það að það er því miður dropi í hafið í stóra samhenginu og við sjáum það þegar við förum að skoða sviðsmyndirnar á eftir. Auðvitað þarf að vinna sem mestri samfélagssátt vernd og nýtingu landsvæða og rammaáætlun liggur nú fyrir þinginu og við fylgjumst vel með gangi mála þar og Samtök iðnaðarins að sjálfsögðu styðja heils hugar að rammaáætlun nái loks fram að ganga eftir 8 til 10 ára kyrrstöðu í þessum málum. Það hefur lítið sem ekkert verið aflað af nýrri orku á Íslandi á síðastliðnum áratug. Tímafrekt leyfisveitingaferli sem ég veit að eflaust mörg ykkar kannast við, það auðvitað stendur uppbyggingu fyrir þrifum og þá erum við ekki bara að vísa í uppbyggingu í tengslum við framtíðar orkuskiptin sem eru framundan, heldur einnig atvinnuuppbyggingu allt land. Og dæmið frá Landsneti var auðvitað mjög sláandi að það voru einhverjar 108 fyrirspurnir sem bárust þessi málum möguleg svona einhver tækifæri í atvinnuuppbyggingu og þróunarverkefni og þar voru kannski helmingur raunhæf verkefni og fjölmörgum hefur þurft að hafna vegna stöðu orkukerfisins og flutningskerfisins. Nú, líklegir kaupendur orku hér á landi auðvitað fjölbreyttur iðnaður til framtíðar og það meðal annars áframhaldandi uppbygging, þó hún sé ekki stórtæk en Norðurál að stækka, það auðvitað fyrir vestan. Það er gagnaver og ég fagna undirritun á þriðjudaginn fyrir uppbyggingu Atnorð hér á Norðurlandi sem er félagsmaður Samtaka iðnaðarins. Það er líftækni iðnaður, ég veit að SSNI hefur verið að skoða möguleika á líforkuveri hér fyrir norðan. Matvælaframleiðsla, fiskeldi á landi og rafeldsneytisframleiðsla. Þannig að þetta eru bara örfá dæmi nýjan iðnað eða iðnað sem eru sóknarfæri í til framtíðar. Þetta auðvitað allt háð auknu orkuframboði, á auknu framboði af grænni orku heilt yfir landið. Og við, Íslendingar, við bara sem þjóð, stöndum frammi fyrir því að velja leiðir í þessum málum sem eru allt frá því að vera virkir þáttakendur í þessari grænu iðnbyltingu sem stendur nú yfir og er framundan með áframhaldandi hagvexti, áframhaldandi atvinnuuppbyggingu, fjölgun starfa og bættum lífskjörum til þess að slá af, horfa inn á við og draga saman þessa atvinnustarfsemi og líta til annarra verðmæta. Það sem við erum kannski að reyna að draga fram þarna auðvitað í umræðinni að þá eru ekki allir sammála og Landvernd hefur til dæmis talað fyrir því að við þurfum bara að breyta lífsstíl og breyta hagkerfinu og vissulega þurfum við líka að gera það en það mun ekki duga til að mínu mati. Og hvað er þá líka orkusækin atvinnustarfsemi? Það er líka mjög athyglisverð spurning og það kviknaði eitthvað ljós hjá mér í þessari vinnu að það er oft talað stóriðjuna sem nýtir auðvitað græna orku í dag og þarf ekki að fara í gegnum orkuskipti. En ef við horfum á útflutning Íslands þá er líklega 80, ef ekki 85% útflutningstekna
Íslands er háð nýtingu orku. Sjávarútvegur er orkusækin starfsemi, en það sem sjávarútvegurinn gerir auðvitað í dag er að nýta jarðefnaeldsneyti og ferðaþjónustan sömuleiðis. Og mesta orkuþörf, innlenda orkuþörf framtíðarinnar snýst að skipta út jarðefnaeldsneytinu, meðal annars í millilundaflugi og á hafi. Og þetta þýðir auðvitað að það er ekkert hægt að tala það að flytja orkun úr einni grein í aðra, það væri þá bara risastór pólitísk ákvörðun í ljósi þess að nær öll okkar verðmætasköpun byggir á orkunýtingu. Og þannig að 3 af 4 útflutningsstoðum Íslands eru orkusæknar útflutningsstoðir. Ef fara á þessa leið vaxtar, þá blasir við að það þarf að auka raforkuframleiðslu innlenda. Við erum auðvitað að nýta alla þessa orku í dag í formi meðal annars jarðefnaeldsneytis með rafafli sem nemur 100 megavöttum pluss á hverju ári, næstu kannski 25 árin. Og gefa það skýr skilaboð. Það sem við eigum við með því er bara að signaling á vettvangi pólitíkurinnar og stjórnvalda skiptir svo miklu máli þannig að það sé hægt að gera áætlanir framtíðar uppbyggingu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra því að mig langar að fara beint inn í sviðsmyndirnar með ykkur. Þetta er auðvitað mjög stór kynning, en ég vil einbeita mér að þeim og taka svo við spurningum á eftir. Hérna sjáum við nýtingaflokk rammaáætlunar, þið getið auðvitað kynnt ykkur það allt inn í þinginu, en ég vil fara bara beint í þessa mynd. Hverjir eru þessir drifkraftar eftirspurnar raforku? Og hérna er sviðsmynd sem Samorka vann í samstarfi við helstu sérfræðinga þessa málaflokks hér á landi, meðal annars Eflu verkfræðistofu. Og þarna sjáum við hvað drífur þessa eftirspurn til framtíðar. Og þarna sjáum við hvað millilandaflugið er stór liður og orkuskipti í hafi. Og markmið stjórnvalda er auðvitað að ná fullum orkuskiptum. Og það fólksbílaflotinn, eins mikilvægur og hann er, þá er hann mjög lítill hluti af þessu. Og hérna sjáum við samanburð á þeim 6 sviðsmyndum sem við drögum fram í þessari grænbók. Er Friðrik í salnum? Er hann farin fram? Ok. Já, þú mátt nippi mig að vera að fara langt yfir tíma. Hérna sjáum við sviðsmyndir orkuþörf til 2040 og þetta eru bara útreikningar sem að koma frá með ólíkar forsendur. Og hérna sjáum við að til að mynda gerir Orkustofnun ekki ráð fyrir orkuskiptum og þar af leiðandi ekki ráð fyrir loftslagsmarkmiðum stjórnvalda sé náð í sinni spá sem heitir þó græn framtíð. Þannig að við köfum svolítið ofan í þessar forsendur, hvað raunverulega þýða. Og hérna sjáum við að þær 2 sviðsmyndir sem eru stærstar í aukinni raforkuframleiðslu, að þær byggja þá á að loftslagsmarkmiðum sé náð. Og ég sýni ykkur það betur á eftir. Orkuskipti eru tæpast hafin í öðrum samgöngum en vegasamgöngum og eru ekki komnar einu sinni það langt í fólksbílaflotanum, ég held að sé 11%, eitthvað svoleiðis, og við erum númer 2 í heiminum þar. En ef við skoðum aðeins forsendur þessara sviðsmynda, aukinnar orku þarfar eða orkuöflunar hér á landi, að þá sjáum við að af þessum 6 sviðsmyndum þá eru 4 þeirra sem gera ráð fyrir að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda náist. En það er eingöngu ein sviðsmynd sem tekur einnig mið af vexti þá útflutnings og það er þá vöxtur í fjölbreyttum grænum iðnaði. Og það er sviðsmynd Samorka 2 og hún gerir þá ráð fyrir samkvæmt bara útreikningum byggt á þessum forsendum og þetta er mjög skýr mynd af stöðunni að það þarf að auka raforkuframleiðslu hér á landi 124% sem er ríflega 2-földun. Og ég ætla þá bara að vinda mér í kafla samfélag og efnahag og fara aðeins betri yfir þetta. Nú er þetta vegna loftslagsmarkmiða og orkuskiptana sem framundan eru, þá er eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku að aukast allan heim. Og á heimsvísu þá er gert ráð fyrir jafnvel 10-földun á endurnýjanlegri orkuframleiðslu. Hér innanlands erum við að tala ríflega 2-földun sem er mun minna og samt setur það í mörgum og það er auðvitað skiljanlegt, virkjanaframkvæmdir geta verið umdeildar. En við sjáum hérna hvernig, ef við einföldum það hvar þessi eftirspurn kemur, hún er að koma frá orkuskiptunum sem er þá að drífa áfram aukna eftirspurn til framtíðar. Það er iðnaður og atvinnulíf og atvinnuuppbygging allt land, ekki síst á landsbyggðinni, og svo er það samfélag og almenn notkun. Og almenna notkunin mun verða mun minni hlutfallslega inn í framtíðinni
vegna orkuskiptana í meðal annars ferðaþjónustu og sjávarútvegi. Nú, margvísleg stefnumótun á vettvangi íslenskra stjórnvalda undanfarin bara 2-3 ár er einnig að drífa áfram eftirspurn eftir grænni orku og þarna kannski hafa hljóð og mynd ekki alveg farið saman. Að það er til dæmis búið að skrifa undir viljayfirlýsingu, ég veit að þið mörg hver þekkið hugmyndir græna iðngarða, meðal annars á Norðurlandi. Það er græni dregill sem á að liðka fyrir grænum fjárfestingum eða erlendum fjárfestingum í grænum iðnaði. Það er framtíðarstefna fyrir íslenskan útflutning þar sem að orka og grænar lausnir er ein af meginstoðum svona í okkar sýn á íslenskan útflutning til framtíðar, eða sýn Íslandsstofu sem var unnin auðvitað í ríku samráði við landshlutasamtök og fjölmarga hagaðila. Og allt þetta auðvitað, byggðaáætlunin talar að orkan sé auðvitað undirstaða byggða í landinu og öflugra byggða samfélaga. Þannig að allt þetta kallar á aukna eftirspurn eftir grænni orku, en orkan er ekki til staðar í dag. Orkusækin iðnaður, sem er þá, sem flestir kannski daglegu tali kalla stóriðjuna, skapar nú þegar fjórðung og jafnvel aðeins meira núna með nýjustu útflutningstölur. Ég held að það sé komið upp í 30% af útflutningi Íslands og er ein af mikilvægustu útflutningsstofum okkar í hálfa öld. Og ég bendi aftur á að hinar stóðirnar tvær sem við þekkjum vel, ferðaþjónusta og sjávarútvegur, eru auðvitað orkusæknar útflutningsstóðir. Það þarf bara að skipta út orkunni sem þau nýta yfir í græna innlenda orku. Samkvæmt orkustefnu á orkan að vera hreyfið af fjölbreyttari atvinnustarfsemi og við gerum ráð fyrir að orkusækin iðnaður muni þróast mikið og verða fjölbreyttari til framtíðar og gagnaverin eru gott dæmi það, en einnig uppbygging í líftækni iðnaði á fjölmörgum stöðum á landinu og það er ný stórnotanda bætast í þennan stóriðja stórnotanda hóp núna á næstu 2 árum sem er algalíf. En það eru margvíslega græn tækifæri framundan, ég þarf ekki að fjölyrða þau hér, ég veit að þið þekkið mörg þessara tækifæra og ég hef heyrt af hugmyndum líforkuver, uppbyggingu, nýju gagnaveri og fleira hér fyrir norðan. Rétt í lokin að þá drógum við einnig upp dæmi erlendis frá hvernig Danir eru að nálgast þetta verkefni. Og þar er til dæmis ákveðið prinsip í loftslagsstefnu Dana sem gengur út á að við eigum ekki að flytja, Danir ætla ekki að flytja loka iðnaði og flytja losunina út til annarra ríkja í ljósi þess að loftslagsvandinn er auðvitað hnattrænn. Og við svona beinum því til ráðherrans í þessari grænbók að Ísland taki upp sambærilega stefnu. Að það sé ekki verið að ræða að loka iðnaði hér og færa losunina annars staðar. Og þetta er auðvitað líka athyglisvert í ljósi þess að öll álverin til að mynda stefna að kolefnishlutleysi sjálf árið 2040 sem þá sama ár og Ísland stefnir að því að verða kolefnishlutleysi. Fjalla hérna álitaefnin. Hérna erum við þá að reyna að tala það að orkumarkaðurinn á að vera opinn samkvæmt orkustefnu og við túlkum það með þeim hætti að hann á þá að vera opinn fyrir nýju framboði og nýrri eftirspurn. Og þetta hefur í rauninni ekki tekist neitt sérstaklega vel á undanförnum árum. Skapa þarf sameiginlega sýn á hvað þetta þýðir fyrir ákvarðanatöku varðandi framvindu orkumála. Þannig að við lyftum þessum málum upp úr, ég leyfi mér að segja, þeim kannski skotgröfum sem þau hafa verið í og ég held að umræðan sé að þroskast og þróast núna þessi misserin og margt í gangi sem að vekur manni svona bjartsýni til framtíðar á við fáum meiri græna orku í atvinnuuppbyggingum allt land. En við fjöllum líka í grænbókinni ítarlega þessar sviðsmyndir, ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta skammtímamarkað með raforku mögulegan, nýtingu glatvarma í iðnaði yfir í aðra atvinnustarfsemi sem tengist þá líka hugmyndum iðngarða og svo framvegis. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra því ég er örugglega að tala nógu lengi en ég verð hérna til reiðu ef þið hafið spurningar. Takk kærlega fyrir. Já, kæra þakki fyrir þetta, Sigríður. Ég efa ekki að það verða margar spurningar. En Sverrir Jan Norðfjörð ætlar að koma og segja okkur frá plönum Landsnets. Gjörðu svo vel. Sæl, og takk kærlega fyrir boðið að fá að vera með ykkur hérna í dag. Þetta er bara búin mjög skemmtileg erindi og það er ekki oft sem maður heyrir, maður er eiginlega sammála öllu sem er sagt. Og það er bara mjög áhugavert að heyra hvernig við erum komin á svona einhverja braut í þessum málum.
Ég frá Landsneti, mér reglulega rugla saman við Landsvirkjun, þannig að við erum ekki þeim sem reka virkjanirnar. Það var ágætlega orðað hjá bæjarstjóra hérna áðan, við erum með hérna snúrurnar, rafmagnssnúrurnar, þykku stóru, og erum þá svona einhvers konar millistykki milli þeirra sem framleiða orku, virkjana, og þeirra sem nota orku. Það er svona eitt og annað sem hefur gerst bara undanfarna, getum sagt ári eða árum, að það var fyrir rétt rúmu ári síðan sem það var lögð fram orkustefna hérna á Íslandi, og svo er þessi stöðuskýrsla, oft nefnd svona grænbók í daglegu tali, lögð fram fyrir nokkrum vikum síðan, og þetta er rauninni alveg frábært og heldur sé gott fyrir samfélagið að hafa orðið svona plögg til þess að styðjast við, og hjálpar mikið umræðinu finnum maður. Þessi mál fá sér svona skýrari og kannski beittari farveg. En það er rauninni mjög margt sem er að breytast í okkar umhverfi, og þótt að rafmagnið sé búið að vera hérna í 100 ár, að þá eru svona nýir hlutir að gerast, og hérna eru svona kannski nokkrir punktar bara sem eru settir upp, og þetta tengist að mörgu leyti saman. Til dæmis í dag orðið tala fólk loftslagsmarkmið og orkuskipti bara í jöfnum höndum, þótt þetta séu ekki endilega sami hluturinn, og eins er að hugtakið orkuöryggi. Við tengjum það gjarna við bilanir og vont veður, en svo bara eftir atburðina í síðustu vikna þá er kannski annað hugtak sem heitir orkusjálfstæði, orðið ennþá mikilvægara, og við tengjum það beint við orkuöryggið. Og eins er kannski verið að tala iðnbyltingu, fjórðu iðnbyltinguna. Það kemur beint inn á öryggi líka, vegna þess að við sjáum í auknum mæli að við erum alltaf að vera meira háð þessum innvið. Og þessi fjórða iðnbylting, í rauninni þegar hún missir strauminn, þá sér maður að verða oft alls konar tjón, og menn þekkja það til dæmis héðan að fyrirtæki það skemmast afurðir, hvort sem það er í málmþynnu iðnaði eða verða að framleiða ost eða eitthvað öl. Þetta á til að skemmast þegar straumurinn fer eingöngu í skamma stund, vegna þess að framleiðslan hún er orðin það stýrð af tölvum. Svo kannski bara benda á það sem er að gerast í markaðinum líka, að við sjáum að það er ekki bara verið nýjir orkukostir sem menn eru farin að ræðum. Það var nú bara frétt í vikunni, það var eitt bílaumboð í borginni sem er að fara að undirbúa sólarþak á nýju húsi hjá sér. Það er mikið rætt vindorku, en til viðbótar af þetta þá sjáum við líka að það er rauninni einkaaðilar, þetta er ekki alltaf opinberir aðilar sem eru að framleiða. Sama rauninni á notendahliðinni, við sjáum þar að það er fjölbreytnin í notkunni, hún eykst, og eins og hefur nefnt áðan að það er að koma ný tækifæringa hingað til Akureyrar, og þetta er eitthvað sem gerist í rauninni mun hraðar en við þekkjum svona úr sögunni þegar álver voru byggð upp, það gerðist það á einhverjum svolítið löngum tíma. Eitt svona hugtak sem er kannski ekki mikið rætt í dag, og það er valdefling notenda, og einfalt dæmi er kannski bara þegar ég kem heim úr vinnunni og sting bílnum í samband, svo fer ég bara inn og kveiki ljósinn og eldavélinni og sjónvarpinu og set svo uppþvottavélinni í gang, og allan tíman þá er bíllinn í hleðslu. Ef ég fengi kannski smá afslátt, ef ég myndi kannski bara hlaða nóttina, þá myndi ég kannski nenna bara að fara í lok dags og stinga honum í samband, eða setja upp einhverja tölvu til að gera það. Þetta er allt eitthvað sem á eftir að koma eflaust hingað til okkar í dag. Og sumt er komið og sumt er bara rétt handað við hornið. Þetta er svona kannski aðeins að horfa fram á veginn, en allt byggir þetta í rauninni á snúrónum, eins og nefndi áðan, og það er ennþá kannski svona eitt af stóru verkefnum okkar hjá Landsneti, er einmitt að koma okkar flutningskerfi þjóðarinnar í það stand að það sinni í rauninni okkar þörfum. Hérna er svona bara örstutt yfirlit yfir þær fjárfestingar og þær framkvæmdir sem við höfum verið að ráðast í svona síðustu 5 árum eða svo, og það má segja kannski að áherslurnar hafa verið þrenns konar. Númer 1 er þá að bæta öryggið, oft talað hringtengingar eða tvítengingar eða eitthvað annað slíkt. Þannig að ef ein snúran klikkar þá sé önnur til að upp á að hlaupa. Svona í annan stað þá höfum við verið að yfirbyggja tengivirkin okkar, og það hefur sýnt sig að það er bæði bara reynist vel í rekstri og hagkvæm ráðstöfun, en einna þá verið þetta auðvitað búnaðinn fyrir veðri og vindum, klaka og seltu og svo framvegis. En í rauninni stóra verkefnið okkar í dag, það er uppbyggingin á hryggjastykkinu, eða meginflutningskerfinu. Svona í daglegu tali oft talað byggðalínuna, og hún er upphaflega byggðalínan, hún er orðin 50 ára í ár, þannig að það er alveg komið tíma á að endurnýja hana og uppfæra upp í næsta númer fyrir ofan þá. Og svona bara til að fara á djúpt í þessa mynd, að þá er rauninni grænulitirnir, það er þessi stóru verkefni,
og eins og við sjáum að það er hafið og í rauninni hófst það hérna með tengingu úr Fljótsdal upp í Kröflu. Og hérna, ég ætla að sýna ykkur bara svona þess sem er oft kallað því miður leiðinda orð, það er sko talað rauða ljósamyndina og það var eins og kom hérna fram í erindi áðan að við höfum verið meira og minna uppseld á Íslandi hvað varðar orkuflutninga. Þessi mynd, hún gefur þá viðskiptavinum okkar og samfélaginu merki það hvar hægt að setja niður atvinnustarfsemi. Og fyrir bara árið síðan þá var í rauninni allt rautt, öll ljósin orðin rauð. Við sjáum bara þessi styrking frá Fljótsdal upp í Kröflu og hún þó allavega að skila okkur hérna appelsínugulum og hérna sem þýðir þá að það hægt að fara að bæta aðeins við notkun þar ef það er orka til. Það ekki þá flutningstakmarkanirnar eru ekki vandamál í því tilviki. Og sem betur fer þá erum við að halda áfram og erum núna að vinna verkefni sem tengir þá áfram frá Kröflu sem gegnum Hólasand og inn til Eyjafjarðar og þetta verkefni er svona á lokametrunum og vonandi ef allt gengur á óskum að þá verður þetta sett í gagnið núna á þessu ári og þið sjáðu að litirnir þeir eru að vera gulir líka þannig að það er bara mjög flott að ná þarna meira inn og þið sjáuð að atvinnulífið fylgist með þessu sko 18 orð er strax búið að eins og kom fram í fréttunum sér tækifæri að byggjast upp og rauninni mun hraðar heldur en það tók að koma svona verkefni í gegn. Síðan er kannski þriðja verkefni sem við bindum vonu við að komast í að það er þá áfram úr Eyjafirði yfir að Blöndu. Þá nú myndin orðin svona alveg ágætt hérna fyrir allan Norðurland og Norðausturland og þetta er orðið grænt minnsta kosti. Ég vil þó nefna að þetta er innbyrðis háð bara þannig að það sé alveg þannig að einn staður getur haft áhrif á nágrannastaðina sína. Þannig að það er ekki þannig að þetta sé aðskilin þetta er eitt kerfi að sjálfsögðu. En þetta er auðvitað mjög mikilvægt að þetta verkefni frá framganga einnig, þannig að við getum komist þangað og svo er rauninni planið bara að halda áfram þetta hryggjastykki og enda hérna í Hvalfirði og halda svo áfram suður eftir út á Reykjanestá. Og þá erum við vonandi komið með eitthvað svona þokkalegt hryggjastykki, það er ekki 100% örugt alls staðar þó en það er þó allavega komið flutningsleið sem svona þið sjá það er ekkert rautt ljós eftir lengur sko. Þetta er komið og það á að vera alveg raunhæft að ná þessu áður en þessi áratugur er búinn en það þarf auðvitað að halda vel á spilunum til þess að það náist. Þetta er auðvitað svona ákveðin forsenda til þess að bæði að atvinnulífið geti fengið orku til þess að vaxa og eins þessi orkuskipti sem voru nefnt áðan fyrir utan auðvitað öryggi fyrir íbúana sem fæst á einni með nýjum innviðum. Ja, eins og fólk skilur að 50 ára gamlir innviðir, það er auðvitað komið tími á margt. Það var hérna einn glæra sem ég fekk nú lánaða, þakkaði fyrir það. Já. Mjög áhugaverð glæra sem ég sá mitt í kynningunni þegar verið að kynna stöðuskýrsluna. Og ég vildi nú bara benda á þessar sviðsmyndir. Þetta er gríðarlega gott að fá þetta einmitt inn í umræðina. Og maður þekkir nú ágætlega þessa vinnu sem hefur átt sér stað í gegnum árin við það að spá fyrir notkunina. Hérna sjáum við rauninni mun metnaðarfyllri hugmyndir heldur en hafa verið rauninni viðraðar áður en algjörlega samt sko vel grundaðar og raunsannar myndi ég segja. Ástæða fyrir nefni þetta er það að okkar áætlanir hafa þetta ekki tekið mið að svona metnaðarfullum áætlanum hingað til. Þannig að myndir sem ég sýndi áðan það miðast á við uppbyggingu og þróun hérna á landinu þar sem var kannski mestalagi 50 megavött aukning á ári, 50 talan en til dæmis í einni þessari sviðsmyndir er miðað við sko 100 og ég er ekki með svörin í dag hvernig myndir lítur þá út en þetta er eitthvað sem við hjá Landsneti liggjum yfir núna og verðum vonandi búin að ná utanum og greina betur fyrir lok þessa mánaðar. Þetta var bara sett í fyrsta forgang að ná utanum það, hvort að þetta kalli á einhverja frekari breytingar á okkar áætlunum. En hérna svona rétt í lokin af því að það var nú aðeins komið inn á að sko, hvað þetta er rauninni mikilvægt að þessir innviðir virki almennilega og Árni nefndi nú aðeins skilvirkni í leyfisveitingum að þá er kannski það sem mann fyrst alltaf hálf svona erfitt að horfast í augu við að hérna er ég með mynd, hún segir kannski eitt og sér ekki mikið en þetta er þessi fyrsti áfangi í byggðalínunni Fljótsdalur Krafla var tekin í notkun í fyrra 2021
og við fengum framkvæmdaleyfi fyrir þeirri framkvæmd 2019. Það var svona rétt rúm 2 ár sem tók að byggja þessa framkvæmd, 8 miljardar sem þetta kostar og 120 kílómetrar, þetta er alveg þokkaleg framkvæmd. Tók rúmlega 2 ár, þrátt fyrir að það var COVID í gangi og erfiðu vetur á Austurlandi og snjórinn fór seint. Það hafðist. En sjáðu þið stikan hérna niðri, þetta er undirbúningurinn á framkvæmdinni. Byrjað 2012. Þannig að við erum að byggja 2019 til 2021, en við erum að undirbúa framkvæmdina 2012 til 2019. Og í hverju felst allir þessi undirbúningur? Þetta eru okkar opinberu ferli, þetta eru ferlin okkar. Og ég vil sérstaklega bara, þetta finnst mér alltaf mjög erfitt að ræða þetta og maður velti því fyrir sér hvað ávinnst á öllum þessum tíma. Og mín niðurstaða er svo að það er hægt að flýta þessu töluvert án þess að slaka á neinum kröfum. Ég legg algjör áherslu á það að við ætlum ekki að gera hlutina illa. Skulum hanna hlutina vel, vanda okkur í umhverfismatinu, passa upp á allt sem það þarf að huga að, en þetta tekur alltaf langan tíma. Og maður svona veltir því fyrir sér hvað er svona réttur tími, hvað er raunhæft þarna, en þetta er eitthvað sem ég held að valdhafar, hvort sem þeir eru í ríkisstjórn eða sveitarstjórn, þurfa bara að hafa þetta í huga. Og þó vil ég segja að á þessum 7 árum þá er engin hagsmunaaðili sem er í ágreiningi við okkur. Það var engin hagsmunaaðili, það var engar kærur, það var ekkert erfitt mál sem kom upp á allar þessi leið, 7 ár. Þannig að og ég kannski samt taka ofan fyrir sveitarfélögunum, Skútustaðahrepp, Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshrepп, að þau unnu saman og það er svona gekk það þokkalega vel, afgreiddu framkvæmdaleyfi hratt. Við sáum það saman núna þegar við vorum að tengja hérna frá Hólasand inn til Eyjafjarðar, að það var góð samvinna milli sveitarfélagana og eins og stjórnsýslan okkar er í dag, að þá eru sveitarfélögin sjálfstæð og þau taka sínar ákvarðanir. En það er þó þannig að hvert og eitt hefur hálfgert neitunarvald líka. Þannig að það er svo gríðarlega mikilvægt þegar svona verkefni fer í gang að menn vinni saman heildstætt að lausninni. Og ég bara svona nefna það sérstaklega þegar nú er Blöndulína framöndan og það eru þó 5 sveitarfélög sem koma að skipulagsvinnu og framkvæmdaleyfi þar að hafa þetta í huga. Ef eitt klárar ekki sín mál og þá getur framkvæmdir ekki orðið. Miður. Og þetta kemur þetta fram líka í listanum sem fylgdi grænbókinni. Það er þessi að benda á þetta að skipulega eins og opinbera, að það megin aðeins huga því. Annars var þetta nú bara stutt, eða ekki? Hélt með þokkalega innan tímamarkana. Það voru bara gaman að heyra betur í ykkur eftir eða þetta frammi. Já, takk fyrir þetta, Sverrir. Guðmundur Haukur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Vistorku, ætlar að ræða við okkur breyttar ferðavenjur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að fara svona í aðra innviði sem er þá fyrir samgöngurnar og svona ferðavenjurnar innanbæjar og náttúrulega tengingu við þessar íbúðaþörf og íbúðirnar. En bara svona aðeins frá Vistorku, ég sjá að við erum í sama húsi á Landsnet á Akureyri og Hallorka og Akureyrarbær og fleiri, Orkustofnun. En það eru eldveggir hérna allt. Þetta eru réttar glærur. Þarna eru innviðir. Hér eru svalir, hér er sláttuvél, skrifstofustóll. Það sem er rosalega, maður heyrir mjög oft í allir umræðum þessum breytingum í ferðavenjum og hvernig við erum að fjárfesta í innviðum fyrir rafbílinn, hleðslustöðvar og allt þetta, kostnaður. Hik í að taka fjárfestinguna. Einhvern tímann var byggingaverktaki og arkitekt sem ákvað að skreyta svalirnar hérna neðan. Tók þessa myndi í fyrradag í Verona. Af hverju? Dýrara. En ég tók myndina og er að sýna ykkur núna. Einhverjum ástæðum sett hann skrauti hérna neðan í. Þarf ekki. Hér er verið að slá gras. Þetta er hérna rétt fyrir neðan Norðurorku. Ég held að komi mjög fáir akureyringar hingað. En við ákveðum að slá grasið. Það er ekki arðbært að slá gras, en við gerum það. Þannig að það er kostnaður. Margir
sem taka ákvarðanir fjárfestingar, þeir sitja á svona stólum, örugglega ekki ódýrasti stóllinn, en af einhverjum ástæðum eru teknar þessar ákvarðanir. Það er eitthvað á bak þessa ákvarðan að fara í þessa hluti. Við erum búin að setja fram hér á Akureyrarbæ, Akureyrarbær er búin að setja fram stígakerfi sem er þetta og er orðið hluti af aðalskipulagi. Það er ekki búið að tímasetja það eða fjármagna það, en vonandi verða þessir göngu- og hjólastígar framkvæmdir á næstu árum. En það er kosta, en hvað fáum við fyrir það? Eins og með skrifstofustólinn. Hér er dæmi, við settum í fyrra fram nýtt strætókerfi, síðan var ákveðið að fresta því, innleiðingunni frestað og svo stendur hérna að setja smella á til að fá frekar upplýsingar en það er búið að taka út síðuna hjá Akureyrarbæ. Ég veit ekki af hverju, en allavega upplýsingarnar eru ekki þarna lengur. Það var hætt við þetta út af kostnaði og ég veit ekki söguna bak við þetta, en það er þannig að hér er einhverjir peningar, það kostar eitthvað að reka strætó á Akureyri og það er eitthvað kerfi. Það er frítt í strætó, þetta er einhver þjónusta, þetta er einhver innviður. Þetta er á að gera hverfin og allt betra og tengja hverfin saman. Kostar 200 milljónir á ári að reka strætó á Akureyri. Ég held að nýja kerfið hafi átt að kosta líka 200 milljónir, en eins og stendur hérna, fara úr 60 mínútum í 20 mínútur. Þannig að það átt að bæta þjónustuna fyrir sama pening, ef ég kann söguna rétt. En það geta einhver lýst því kannski betur. En allavega staðan er þess í dag, við erum ekki að fara að innleiða nýtt strætókerfi. Eyfirðingar byggðu stíg á Hrafnagil og bara til að setja í samhengi. Og ég er ekki ætlast til þess að Reykjavíkurborg gerir slíkt í sama, en í samhengi þá eru þessar 200 milljónir, það er eins og einstök fjárfesting, fjármögnun í framkvæmd í Reykjavík myndi vera 20 milljarðar. Þannig að þetta er rosa framkvæmd fyrir Eyjafjarðarsveit að fara í eitt svona stíg. En þið sjáu mikil umferð og örugglega mest Akureyringar. Akureyringar kaupa eldsneyti, get farið inn á Vistorku og skoða þessa skemmtilegu grein. 4 milljarða á ári. Við rekum bílaflota fyrir 19 milljarða á ári. Við eigum, það eru afskriftirnar og það er reksturinn á bílnum og svo bensínið og dísellinn, 4 milljarðar. Þannig að þetta eru peningar sem við erum að setja í það að koma okkur á milli stað. Þetta eru innviðirnir til þess að ferðast bæinn, skutla og allt þetta. Og vissulega þarf þetta. En er þetta besta lausnin? Ef við værum að búa til bæinn í dag, myndið þá segja, já, herðu, síðan ætlum við að gera einkabílakerfi fyrir 19 milljarða á ári. Auðvitað ekki, við myndum ekki gera það. Eins og flesti þetta vita, þá starfar Vistorka mjög náið með Orkusetri og Orkusetur hefur það náttúrulega markmið að draga úr olíunotkun og bæta orkunýtni. Þetta er verkefni sem við kynntum og sýnir einmitt á að kynna fyrir fólki sem notar þetta og heitir Korter, getur náðið þetta app og virkar allan heima, þetta er bara Google Maps. Hérna sett ég inn Hof, þar sem við erum í dag, og Glerártorg og þá kemur ef maður ítir á gangandi, þá sjáum við græna svæðið og við erum í Hofi og við erum sem sagt, hérna eru 15 mínútur, við erum sem sagt undir 15 mínútur, við erum líklega ekki með 10 mínútur að labba á Glerártorg. Ef við ætlum að hjóla, þá er það hitt svæði, það sem sagt er innan við 15 mínútur að hjólum allan bæ frá Hofi. Það er fullt af lausnum í boði, það er allt að gerast og strætó er kannski ekki endilega besta lausnin fyrir Akureyri í framtíðinni. Kannski bara allt í lagi við tökum smá pási í því og skoðum það, en við erum allavega með strætó, við erum með ferliþjónustu og það er komið hoppjól og það eru leigubílar, en það er svolítið gaman að þetta er kannski sýnir hvað þetta er gömul þjónusta, að svona er forsíðan hjá þeim, sýnir svona gamla tíman. En pósturinn, þetta er frétt frá 2016, þetta er 8 ára gömul frétt. Ég hef ekki ennþá séð neitt annað fyrirtæki á Akureyri nota svona lausn. Ekki pizzasendla eða neitt. IKEA, maður getur hjólað upp í IKEA núna upp í Garðabæ, hjólað, keypt inn helling, leigt sér svona bíl fyrir 1000 kall, skutlað öllu draslinu heim, aftur upp yfir og hjólinu heim. IKEA er líka komið svona, ekki reyndar í Garðabæ en einhvers staðar. Við erum ekki þannig að það er
vonandi kom margir með þetta líka, að geta farið í búðina, leigt sér einhverja svona græjur. Já, hérna náttúrulega, við erum ekki, hérna ESA áminnir Ísland fyrir Uber. Það er svona, maður sér fyrir sér í framtíðin að það verði þessa mígrútra lausnum, og náttúrulega rafhjólið er mesta snilldin. Það er bara nýleg rannsókn frá Noregi, bara í gæraða dag, að þeir sem skipta yfir í rafhjól, að þeir tvöfalda notkun á hjólinu og fjórfalda kílómetrafjölda sem þeir fara. Bara að skipta yfir venjulegu hjóli yfir í rafhjól. Þannig að þetta snýst innviði, hvaða innviði þurfum við, hvaða innviði ætlum við að hafa. Þú veist, þessir þurfa mikla innviði. Þessi, ég var í vínbúðinni á laugardegi og þessi kom hérna og lagði, þetta er ekki bílastæði og bíllinn er í gangi. Þessi leggur hérna upp á stéttinni alveg við hornið og ég veit ekki þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Áhugaverða erindi. Það er samhengi milli þess að drekka áfengi og vera á stórum bíl kannski, ekki? Það sé lærdómurinn. En þá er það Eva Hlín Dereksdóttir sem ætlar að ræða rafbílavæðingu almennings. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Gaman að sjá svona marga og áhugaverð erindi. Ég ætla aðeins að koma inn á rafbílavæðingu almennings. Ég svona aðeins stuttlega okkur og af hverju ég hérna. Raftákn er sem sagt rafmagnsverkfræðistofa og við erum með höfuðstöðvar hérna á Akureyri. Og við höfum haft ákveðna aðkomu að orkuskiptunum og mér langaði fyrst og fremst að fjalla okkar aðkomu, okkar sýn á þessi orkuskipti og hvernig þetta horfir við okkur sem hönnuðum. Og við höfum komið að ýmsum verkefnum. Við höfum sem sagt að sjálfsögðu hannað fyrir nýbyggingar. Við höfum breytt eldra húsnæði og svo höfum við líka, ég ætla aðeins að koma inn á það bara mjög stuttlega þó svo það tengist ekki almenningi eða rafmagnsbílum, að hvað við höfum verið að gera varðandi skip og flugvélar. Og svo bara rétt langar mig að velta upp þessari hugleiðingu eða spurningu. Styðja þær reglugerðir sem við erum að notast við í dag og þær leiðbeiningar okkar markmið í orkuskiptum. Þannig að það er svona kannski það sem ég mun enda á og skilja ykkur eftir með. Þannig að bara rétt svona fyrir þá sem eru ekki alltaf að kafa í byggingarreglugerðum, þá eru viðbæturnar sem voru settar inn 2018 og fyrst þegar ég var að skoða þetta fannst mér athyglisvert að það var ekki fyrr en 2018 og að þá var sérst bætt inn þessum ákvæðum bæði fyrir íbúðarhúsnæði og annað húsnæði að sú krafa að gera ráð fyrir tengibúnaði í öll stæði við íbúðarhúsnæði, fjölbýli, einbýli, allt bara við íbúðarhúsnæði og fyrir annað húsnæði að þá skal settur upp tengibúnaður við 5. hver stæði sem er þá til dæmis eins og verslunarhúsnæði. Og bara rétt að ítreka eða benda á í þessu að þá aðeins að leggja rörin, enga snúru. Þannig að og það er engin búnaður, þannig að íbúar sem að kaupa nýbyggingu í dag, þeir geta ekki gert ráð fyrir að geta bara stungið í samband. Það vantar meira upp á. Og jafnframt er kannski athyglisvert í þessu, sem ég kem svo aftur inn á í lokin, að það er ekki tiltekið hversu öflugum hleðslum á að gera ráð fyrir. Þannig að mögulega er heimtaugin ekki nógu öflug eða rörin of grönn fyrir stóru snúruna sem okkur vantar. Þannig að það er ekkert tilgreint annað en að það er að gera ráð fyrir tengibúnaði. Flest okkar sem viljum fara í rafmagnsbíla förum kannski í 100% rafmagnsbíla og við ætlum ekki að bíða í sólarhring eftir að hann hlaðist. Við viljum helst að það gerist bara meðan við sofum, bara yfir nóttina. Þannig að þetta er svona til umhugsunar allavega. Og svo ef við skoðum þá aðeins nýbyggingarnar að til viðbótar við reglugerðina að þá gefa ýmsir aðilar út tilmæli
og viðmiðanir. Og þá má til dæmis nefna veitur sem eru með fína viðmiðunarreglur varðandi heimtök sem gera ráð fyrir rafbílahleðslum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun líka gefur út tilmæli hvernig eigi að ganga frá og hvers konar búnað eigi að skaffa, og þeir ganga mjög langt því að þetta í raun og veru öflugasta hleðstöðin sem að fólk er að setja upp í dag, það er að segja 22 kW, og þeir mæla líka með álagsstýrðum hleðstöðum. En það eru mjög flottar leiðbeiningar, kynningar á vefnum hjá þeim líka. Og við styðjumst við þessar viðmiðunarreglur og teiknum öll þessi rör út í stæðin, og svo ganga einstaka verktakar ennþá lengra jafnvel og gera ráð fyrir til dæmis tenglum í bílakjöllurum sem er orðið alveg algengt. En þó svo að það sé settur tengill í bílakjallarann hjá þér, þá er ekki þar með sagt að hann sé endilega öflugur. Hann mögulega hleður bílinn, hann er hleðslumöguleiki, en það gæti tekið 24 tíma. Eins og til dæmis ef þeir setja upp 16 ampera einfasa tengil, þá tekur það sólarhring. Virka fínt kannski fyrir hybridbíla, minni rafmagnsbíla. Ok, sem sagt, vilja íbúar fjölbýlishúsa sem dæmi útbúa öflugri hleðslumöguleika, eitthvað sem að þykir gott í dag, en ekkert endilega eftir 50 ár, allavega gott í dag, þá getur það krafist talsverðar breytinga á jafnvel nýbyggingu. Viðbóta í töflu, breytinga í henni, lagningu strengja í öllu falli, mögulega athugun á heimtök, það er samt okkar reynsla yfirleitt dugir hún í nýbyggingum. Þannig að íbúar geta hort á 2 möguleika, annars vegar vilja þeir setja bílhleðslun á sinn mæli, þá þarf að mögulega skipta út öllum mælum af því að algengt er að setja bara einfasa mæli fyrir íbúðir sem að dugar fyrir það, en þú þarft 3 fasa til þess að geta hlaðið nútíma rafmagnsbíl í dag. Okay. Þannig að þess vegna er að spretta upp allar þessar lausnir í dag sem að þar sem að þú ert með hugbúnað sem skiptir niður kostnaði niður á íbúðirnar fyrir þig. Þá ertu bara með 1 mæli fyrir sameignina, hann er öflugur og góður og þú ert með góða strengi út í bílastæðin, en það er einhver hugbúnað sem sér að rukka þig. Og þetta er á bara eftir að aukast í, þetta er einfaldari í framkvæmd. Svo ef við horfum aðeins á, og kannski líka komin á þetta, að þið hefur glöll orðið vör við auglýsingarnar hjá ON, og þeir eru sérst núna að auglýsa leigu á hleðslustöðum, og þið getið ímyndað hvað það auðveldar húsfélögum mikið að geta bara hreinlega bara íbúðareigendum að leigja þær. Þú þarft ekki lengur að fjárfesta í stöðunum sjálfum. Þannig að það er rosa hröð þróun og það eru margir farnir að keppa á þessum markaði sem þýðir bara lægra verð, flottari lausnir, fleiri lausnir og hraðari þróun. En heilt yfir, íbúðakaupendur, jafnvel á nýjum íbúðum, gera sér ekki grein fyrir hversu margar lausnirnar eru og hversu misgóðar og hreinlega sumar næstu því ónothæfar, þó svo þær teljist vera hleðslulausnir. Svo bara aðlögun á eldra húsnæði, miklu flóknara, miklu dýrara, því að þar ertu náttúrulega að tala jarðvegsframkvæmdir til viðbótar. Þar þarftu kannski að skipta heimtök, við unnið að verkefni þar sem hreinlega var bara lögð ný heimtök bara fyrir bílahleðsluna. Það var einfaldara heldur en að skiptum. Einfaldara þegar það er bílakjallar í húsinu sem er kannski í svona nýlegri húsum, og svo bara svona benda á það að það er margir búin að koma auga á það hvað þetta er þungt, dýrt fyrir fólk að fara í þessi umskipti. Þannig að það eru, eins og þau kannski orðið vör við, Reykjavíkurborg er að styrkja húsfélög. Ég held að Akranes og Kópavogur af allavega líka svo fyllt í kjölfarið, og ég fletti þessu upp og nýjasta fréttin sem ég fann var að í lok árs 2020 höfðu þessast 30 húsfélög fengið styrk á öllu höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að það sem þeir lögðu í sjóðin er ekki einu svona almennilega að ganga út, sko. Þannig að fólk er svona rétt að vakna. Og svo er þessi verkefni sem að kannski verða að vera með fyrir eldra húsnæði, og það kalla landlausir rafbílaeigendur, það er þessi sem get ekki hlaðið heima hjá sér, að það er ýmislegt í gangi þar. Getum við hlaðið gegnum ljósastaura,
getum við verið með hleðslulausnir á vegum ON, Veitna, opinberra aðila, sveitarfélaga, þar sem er nálægt heimilinu. En gott og vel, rétt aðeins skip og flugvélar, bara verkefni sem snúa okkur, ég get ekki myndið meira, það er fullt af verkefnum hjá öðrum verkfræðistofum og aðilum, að við höfum verið að vinna styrkingu landtenginga á höfnum á Norðurlandi og það sem er þarna átt við er að það er togari sem leggur að og hann getur tengt sig. Þetta hefur náttúrulega verið til lengi en nú er það orðið það öflugar að við getum fætt allt skipið. Og svo sömuleiðis hefur við verið að vinna að hugbúnaðarlausn fyrir smábáta sem gerir höfnunum kleift að mæla orkunotkun þeirra. Búið að innleiða það bæði hjá Akureyrarhöfn og nokkrum höfnum fyrir sunnan, Faxaflóa, Hafnarfirði. Og svo tengingar flugvélarnar, til dæmis eins og hjá Isavia, flughlaðið þar var sett tenging í brunna, þannig að það er ekki lengur að hlaupa með snúruna út á flughlaðið. En svona til að taka af alla misskilninga, þetta er ekki til þess að hlaða neina rafhlöður í framtíðinni, þetta er bara svona að það þurfi ekki að vera einhverja vélar í gangi þegar þessi tæki eru við höfn eða á jörðinni. En að rétt samantektin mín svona sýn á þetta, að byggingarreglugerðin kveður á tengimöguleika, þetta er kostur og galli. Kosturinn er sá að það er ekki verið að fara í fjárfestingu á tengibúnaðinum sjálfum fyrir en að þörf er á honum, fyrir en það eru komnir notendur. Gallinn er hins vegar sá að við sem leikmenn þekkjum kannski ekki hvað er nothæft og hvað ekki, þannig að mér finnst það þyrfti að vera eitthvað samkomulag hvað er nothæflaust til framtíðar. Þú veist, hvað telst vera nógu afkastamikil lausn til framtíðar. Og það þarf einhverja stöðlun líka á þessum útfærslum, þannig að við sem leikmenn skiljum þetta betur. Og svo bara í lokin, með eldri íbúðahverfi verður alltaf hár þröskuldur að fara í breytingar þar og þetta líka að lagnir í eldri hverfum hreinlega bara styðja ekki hraðahleðslu, hvað ætlum við þá að gera í því? Þannig að ég held að það muni eigi fólk sem býr í eldri hverfum og vilji hlaða bílinn sinn heima geta gert það, þá þurfum við að skoða einhverjar aðrar lausnir og þetta verður alltaf ákveðin þröskuldur sem að við þurfum bara að sjá hvort það verði einhvern tímann yfirstiginn, hvort að það verði innviðir til þess að tengja við. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Eva. Ég efast ekki að það brenni margar spurningar á ykkur eftir þessu fróðlegu erindi. Það er þetta að mörg að taka þetta stór verkefni og náttúrulega viðfangsefni sem mun taka næstu áratugi að fara í þessu orkuskipti, undirbúa innviðina og sjá til þess að þetta gangi allt saman upp. En gjörðu svo vel, við erum komið með fyrirspyrjanda. Já, góðan daginn, takk fyrir. Ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og er stjórnarformaður SSNE. Takk fyrir bara þessi samkomu hérna í dag og öllum fyrirlesurum fyrir áhugaverð erindi. Langaði kannski aðalega að flagga umræðu sem hefur verið á okkar vettvangi varðandi orkuskiptin og byggðastefnu og þá að því að við sáum þá þessa rauðu ljósasýningu sem er þá að verða gul eða grænu ljósasýningu að þá eru þetta sveitarfélög sérstaklega í tengslu við Langanesbyggð og Þórshafnarsvæðið sem að saknaðist mjög að sjá inn í framtíðarsýn stjórnvalda hvernig þau sjáu fyrir sér tengingar þar en það byggir atvinnulífið meðal annars þar upp á meðal annars fiskiðjuverum sem er að keyra áfram sín fyrirtækja á svartolíu og meðan við höfum séð fiskiðjuverum víðast hvar á Austurlandi ná að fara inn á grænni lausnir. Sjáum svo sem líka Snæfellsnes þarna ansi mikið út undan og það eru margir sem vilja tengja þá þessa uppbyggingu á ekki bara á framleiðslu orkunni, heldur dreifingu orkunni við byggðastefnu og byggðamál. Ég set líka á sveitarstjórnarvettvangi ES og EFTA þar sem mikið er rætt sanngjörn umskipti eða sanngjörn orkuskipti meðal annars með tilliti til þá ólíks efnahags en líka búsetu, sérstaklega á Norðurlöndunum. Og ég sakna bara svolítið þessa inn í umræðunni. Annars vegar erum við að skoða þetta arðbærni og samkeppnishæfni en þetta er líka sýnum kannski hvernig við sjáum fyrir okkur uppbyggingu á landinu og mér langaði kannski bara að senda spurningu á þig hvort að þú finnir fyrir því að þetta samtal sé ofarlega á baugi á þeim vettvangi sem að þú kemur að og þið þá hjá Landsneti
Ég var nú örugglega að gera sjónvarpsþætti 2014 þar sem Orkan var uppseld í Eyjafirði og þetta var allt alveg að fara að gerast, þannig að maður þekkir svolítið þessa tímalínu. En kannski aðeins að þessu, byggðamálin, orkuskiptin og dreifing raforku. Já, vissulega, ég auðvitað, eins og ég nefndi að þá, ef þú ert að vísa þá í grænbókavinnuna, þá vorum við, erindisbréfið bara náði ekki utan kannski þetta, eða sérstaklega að taka tillit til mismunandi aðstæðna á milli landshluta, en vissulega þetta líka bara eitthvað sem við þekkjum í samtölum við okkar félagsmenn all land, varðandi sanngjörn, hvað kallar það? Sanngjörn umskipti. Ég held samt að, og vissulega auðvitað vilja allir stefna því og maður hefur heyrt bara pólitíkina tala með þeim hætti að það framundan eru gríðarlega breytingar á hagkerfinu vegna þessara grænu innbyltingar og loftslagsbreytinga og viðbragða við þeim. En grunnforsendan meiri græn orka, öflugra flutnings- og dreifikerfi og þá hægt að fara að tala nánari útfærslur. Við verðum að byrja á byrjuninni. Já, þetta hefur komin upp áður þessu umræða, þekki þetta tengist meðlans Þórshöfn og sko, þetta nú ekki gott svar sem með, sérstaklega vegna þess að það vantar dreifiveitu fulltrúa á borðið, en það nú þannig að eins og raforkumálum skipt upp í landinu, þá halda inni. Þetta nú bara rautt þýðir kveikt. Það kveikt. Ekki mér? Já. Því skipt upp þannig í rauninni sko raforkumarkaðinu, við lítum þannig á það sko að þetta skiptist þá sem framleiða raforkuna. Það þá fyrirtæki eins og Landsvirkjun og Orka náttúrunnar. Svo eitt fyrirtæki sem sér að flytja og það Landsnet sem stýrir þá kerfinu með stjórnstöðina og svo þriðji aðili sem þá dreifveita. Það þá fyrirtæki eins og Rarik í bænum með Norðurorka og svona sjáum að síðastu metrana koma orkunni inn í hús. Þetta kannski svolítið svipað eins og vegagerðinni með þjóðvegakerfið og svo eru sveitarfélögin með vegi inn í bæjánum. Og það var þannig, hreinlega bara sett í lög, hvar aðfendingarstaðir Landsnets voru. Þannig var þetta fyrir einhverjum áratug síðan eða svo. Það ekki lengur í lögum, en það mjög, ég held að það sé bara eitt dæmi síðan að Landsnet var stofnað, að það sem það hefur verið bætt við nýjum aðfendingarstað. Þannig að fyrir svona dreifveitu, þar að segja. Og þannig að þetta eitthvað sem gerist mjög sjaldan og staðan bara hreinlega svo, þess vegna er illa við að kasta boltanum til einhver sem ekki að Þórshöfn ekki afhendingarstaður Landsnets. Við afhendum annars vegar í Vopnafirði og hins vegar í Kópaskeri. Svæðið þar á milli á ábyrgð Rarik og það þarf þá að breyta því ef það hver svo sem hvatinn á bakvið það en eins og bendir á það líklega það aldrei efnahagslegir hvatar, það eitthvað annað sem þyrfti til sko. Takk fyrir þetta. Eru fleiri spurningar? Og ef það ekki fleiri spurningar, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag, næstum því, en það eru veitingar sem bíða okkur frammi. Þannig að við njótum þeirra og eigum gott samtal þar líka, eins og inni. Ég þakka kærlega ykkur öllum sem voruð að fræða okkur hér í dag með ykkar fróðlegu erindi. Ég vil þakka líka skipuleggjendunum sem voru með okkur í þessu, Landsneti og SSNE, fyrir gott samstarf, gaman að geta haldið þennan viðburð og svo vil ég þakka ykkur öllum sem komuð og voru með okkur í dag. Takk kærlega fyrir.